Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 27. janúar árið 2026. Hér með settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur númer 1427 og eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir til fundar. Sá sem hér talar, Valgerður Edda Jónsson, forseti bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Ragnar P. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Líf Ása Skarstad, Guðmundur Ingólfs Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og þá situr Anna Sólveig Smáradóttir, varabæjarfulltrúi fundinn í fjarveru bæjarfulltrúa Kristins Halls Sveinssonar. Við göngum til dagskrár en fyrsti dagskrárliður málsnúmer 2601-0072 skammtímadvöl á Vesturlandi. Á 27. fundi notendaráðs þann 7. janúar síðastliðinn var gerð eftirfarandi bókun. Notendaráð lýsir yfir miklu vonbrigðum með þá tillögu meirihluta velferðar og mannréttindaráðs Akraneskaupstaðar að bæjarfélagið verði dregið út úr fyrirhuguðu samstarfi sveitarfélaga á Vesturlandi og þroskahjálpar uppbyggingu skammtímavistunar á Vesturlandi. Samstarf sem að nokkru er ágætu frumkvæði og mótaðar starfsfólki Akraneskaupstaðar. Þarfir þeirra slíkri skammtímavistun þurfa á að halda eru mjög misjafnar og margvíslegar. Einungis með auknu samstarfi sveitarfélaga og félagasamtaka er hægt að fjölga kostum og nálgast betur þarfir hvers og eins. Skapaði sameiningu tækifæri sem hvert og eitt sveitarfélag getur ekki boðið skjólstæðingum sínum. Þjónusta við fatlað fólk mun og getur aldrei miðast við eitt afmarkað úrræði og eða staðsetningu eins hús. Að halda slíku fram lýsir mikilli skammsýni og vanþekkingu. Ráðið skora því á bæjarstjórn Akraness að hafna tillögu meirihluta velferðar og mannréttindaráðs og ganga nú þegar að nýju til áðurnefnds samstarfs á grundvelli undirritaðra viljayfirlýsingar. Tryggja þannig að íbúar á Akranesi sitji við sama borð og íbúar nágrannasveitarfélaga. Ekki síst í ljósi þess að engin kostur er til staðar í sveitarfélaginu til þeirra þjónustu sem ræðir. Jafnframt átelur notendaráðið til vinnubrögð velferðar og mannréttindaráðs að leita ekki umsagnar og álits notendaráðs í málinu, ekki síst áður en afgreidd tillaga að hverfa frá upphaflegu samstarfi. Bókun lýkur. Í aðdraganda fundarins þá óskuðu bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra eftir því að þetta mál yrði tekið inn á dagskrá og það er komið hér inn á dagskrá. Að sjálfsögðu munum við eftir því á síðasta fundi bæjarstjórnar þá sköpuðust miklar umræður frá fundargerð velferðar og mannréttindaráðs sama mál. Ég vil bara að það komi fram að þetta mál og þá ætla ég að vísa hérna til bæjarmálasamþykktar eða samþykktar stjórn og fundarstjórn Akraneskaupstaðar. Að þetta mál gat aldrei farið inn á fundinn þann 13. janúar síðastliðinn. Í 10. grein bæjarmálasamþykktar stendur: Ráð sem vill vísa máli til bæjarstjórnar skal hafa skilað samþykkt það í frágenginni fundargerð fyrir klukkan 11:00 á föstudegi fyrir bæjarstjórnarfund. Fundargerð notendaráðs lá ekki fyrir full undirrituð fyrir á laugardeginum fyrir bæjarstjórnarfund. Málið var í rauninni aldrei hægt til að koma inn á fund bæjarstjórnar þann 13. janúar síðastliðinn. Það er komið hér og er hér til umræðu og ég gef orðið laust þetta mál.
og það bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þær sem okkur bíða. Ég kem hér upp undir fyrsta máli dagskrárfundar skammtímadvöl á Vesturlandi og ég vil bera hérna tillögu bæjarfulltrúa Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks í umræðu um þetta mál sem hljómar svo með leyfi forseta í ljósi þess að mikil þörf er á fjölbreyttum úrræðum fyrir skammtímadvöl fatlaðra barna og ungmenna á Akranesi og umræðu síðustu vikna leggja bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins fram eftirfarandi tillögu. Gert verði mat á þörf fyrir skammtímavistunarúrræði til að geta metið hvers konar úrræði og form, þarf og hvaða möguleikar eru á samnýtingu á öðrum úrræðum við þjónustu og fatlaðra. Í framhaldinu verði skoðað hvernig húsnæði þarf til að mæta þjónustuþörfunum. Sá hluti lóðarinnar við Laugabraut 6 þar sem nú stendur fyrir áhaldahús bæjarins verði tekið frá til hugsanlegrar uppbyggingar á skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni. Ráðist verði í kostnaðargreiningu svo unnt sé að áætla heildarkostnað verkefnisins og leggja fram raunhæfa áætlun. Því næst verði hafist handa við skipulags- og hönnunarvinnu á svæðinu það markmiði að nálægðar þjónustu svo sem Bjarnarlaug og Bústfjarnar við Laugabraut nýtist sem best. Bæjarstjórn Akraness lýsir sig áfram tilbúna til samtals við sveitarfélögin á Vesturlandi uppbyggingu skammtímadvalar á Vesturlandi, einnar eða fleiri. Og bæjarstjórn vísar málinu til velferðar og mannréttindaráðs til úrvinnslu og eftirfylgni. Og við þetta vil ég bæta við síðasta punktinn að bæjarstjórn Akraness lýsir sig tilbúna til samtals við sveitarfélögin á Vesturlandi uppbyggingu skammtímadvalar á Vesturlandi, einnar eða fleiri. Þá það í raun ennþá möguleiki að við með þessum hætti felum sviðsstjóra að fara og kalla eftir samtali og fara inn í samtali með þessum hætti. Að það sé ennþá möguleiki samanber samtal með sviðsstjóra í dag. En það auðvitað eitthvað sem þetta síðan bara fá að koma í kjölfar og verði síðan fylgt eftir sem það fyrir þessu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Hér komin fram tillaga eins og hérna kom fram í máli bæjarfulltrúans og hérna hún þá til umræðu jafnframt því að við ræðum málið í heild sinni. Þannig að orðið er laust að nýju fyrsta fundarlið. Bæjarfulltrúi Ragnar G. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Fyrst vil ég segja að við bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra fögnum því og þökkum fyrir að málið var tekið á dagskrá. Forseti fór hér yfir aðdragandann að því af hverju málið kom inn og fór jafnframt hefði náttúrulega verið hægt að taka inn með afbrigðum þegar var gengið eftir svörum á síðasta fundi af hverju málið væri ekki á dagskrá. Þá bárust allavega ekki þessi svör sem er svo góð og gilt. Við fögnum því jafnframt að þessi stefnubreyting er orðið hjá meirihlutanum og þau séu tilbúin í þetta samtal. Erum við komin í útsendingu aftur? Ekki á skjánum Steinar alveg. Það er skjánum hjá þér. Steinar ekki út.
Segir Anita. Þú Ekki mjög. ert ekki í múti. Þú segir, hver er staðan? Heyrist eða sést ekki? Það er staðan, eða? Jú, það heyrist í ykkur. En við sjáumst ekki. Samt að snúð með. Við erum komin í gang. Gjörðu Já. svo vel, Ragnar. Ég þakka bara fyrir þessa tímamótaræðu. Herði, við höldum það áfram, það var bara hérna smá tæknilegir örðuleikar. Já, við bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsum fögnum svo sannarlega þessari stefnubreytingu og fögnum því að þetta sé komið fram hjá meirihlutanum. Þetta er náttúrulega í takt við bara þá stefnu sem bæjarstjórn, núverandi bæjarstjórn og síðasta hafa haft í þessum málaflokki. Það hefur verið stefnt að uppbyggingu skammtímavistunar og það má sjá bókanir alveg frá 2020 inn í velferðar- og mannréttindaráði uppbyggingu og það sem er beint til skipulagsráðs og sviðsins að skoða með lóðir og annað. Það hefur hins vegar ekki raungerst og við vitum að þarna hér er talað að taka frá lóð, fara í hönnun og annað. Við getum verið að tala 2-3 ár að lágmarki. Á síðasta fundi bæjarstjórnar þá skapaðist töluverð umræða viljayfirlýsingu skammtímadvöl í Holti í Borgarfirði. Málið var víst ekki að dagskrá en það var í fundargerðum velferðar- og mannréttindaráðs. Þannig það var ekkert borið undir atkvæði neitt slíkt, heldur sköpuðust bara umræður undir fundargerðunum. Í tillögu bæjarfulltrúa Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks er talað að meta þörf fyrir skammtímaúrræði til að geta metið hvers konar úrræði og form þarf og hvaða möguleikar eru á samnýtingu með öðrum úrræðum fyrir þjónustu við fatlaða. Ég lesi þetta upp í yfirlýsingunni. Akranskjörstaðar eða meirihluti velferðar- og mannréttindaráðs ákvað að skrifa ekki undir viljayfirlýsingu með öðrum sveitarfélögum og sem stefnt var að byggja upp úrræði í Holti í Borgarfirði og þar af leiðandi höfum við ekki sitið við borðið. Þörfin liggur fyrir, eða allavega svona fyrstu drög. Samráðshópur stjórnenda í velferðarþjónustu á Vesturlandi hefur tekið saman þörfina sem sýnir að á Vesturlandi, Akranesi meðtöldu, þó við séum ekki við borðið, þá er þetta tölur í öll sveitarfélögin. Þá er þetta 106 börn og það er 31 barn með staðfest sísmat og 16 börn á grundvelli barnaverndar og eða farsældar. Þannig að ég held að sé öllum ljóst að þörfin er klárlega til staðar. Mér finnst við vera að glata góðu tækifæri, gríðarlega miklu tækifæri eða mikilvægu tækifæri ef við förum ekki inn í þetta úrræði í Holti. Í yfirlýsingunni eða í þessari tillögu frá meirihlutanum stendur að bæjarstjórn Akraness lýsir sig áfram tilbúin til samtals við sveitarfélögin á Vesturlandi uppbyggingu skammtímadvalar á Vesturlandi, einnar eða fleiri. Meðan við lýsum því ekki yfir að við ætlum að skrifa undir viljayfirlýsinguna, heldur sitja einhvern veginn á hliðarlínunni, það finnst mér bara ekki sterkur leikur og mér finnst það bara heldur ekki smart. Ætlum við að sitja, fá upplýsingar einhvern veginn svona til hliðar eða ætlum við að taka þátt í umræðinni? Ætlum við viljum við okkar rödd heyrist við borðið skipulag á þjónustunni og uppsetningu eða ætlum við bara að fá upplýsingarna þegar ákvarðanir liggja fyrir? 106 börn á Vesturlandi, í Holti er gert ráð fyrir 6 rýmum, 7 ef systkini er að ræða. Það er 1 herbergi, 1 rými sem getur rúmað 2, systkini eða einstaklingar sem geta verið saman. 6 rými, 106 börn. Það sjá allir að við erum að mæta einungis brot af þörfinni.
úrræði sem eru byggt hér upp, og ef við förum á staði í dag og það kannski tekið í notkun eftir 2-3 ár, væri þá kannski að fjölga þessum 6 rými, eða 7 eða 8 eftir hvað úrræði verður stórt. Við erum samt sem áður ennþá bara að mæta brota þörfinni. Við vitum að hér inni sitjum að við erum að nýta okkur einkareikin úrræði. Úrræði sem hafi för með sér gríðarlegan kostnað og óvissu. Við erum með ákveðna samninga, en það hins vegar ekkert sem segir að þessi geta segið þeim samningum annað. Úrræði eins og Holt og úrræði eins og talað þarna byggja upp Akranesi, það er líka ákveðin festa bara fyrir foreldra og þessa einstaklinga. Og það er mikilvægt. Ég held að við ættum að nýta þetta. Á síðasta fundi þá talaði forseti að skipið verði siglt. Það er alls ekki rétt. Og ég er alls ekki að segja að forseti hafi verið að fara með, hafi verið að ljúga eða hafi verið að segja ósatt. Heldur held ég bara það eru upplýsingar sem hann hefur fengið fyrir fundinn, þær eru bara ekki réttar. Þroskahjálp á Vesturlandi á húsnæði Holti og hefur lýst því yfir að sveitarfélögin hafa tíma til 13. febrúar til þess að gefa það út hvort þeir ætla að nýta húsið eða ekki, vegna þess að það er einkaaðili sem vill nýta húsnæðið til nákvæmlega sömu starfsemi. Einkarekin skammtímavistun. Ég er viss að við myndum nýta þá skammtímavistun en hún verði komin í notkun, en við vitum þá líka að við erum að fara að greiða uppsettuverð og við vitum að það verður mjög hátt. Gjaldið er gríðarlega hátt. Nú í dag erum við að greiða 20 milljónir. Og ég held að við höfum ekkert að sjá eftir þeim peningum, en við getum hins vegar gert miklu betur í samstarfi eins og á borðinu. Við getum bæði, þá erum við komið með bara samfellu í þessari þjónustu og við erum að nálgast hann á okkar forsendum. Við stýrum þjónustunni, ekki einhver einkaaðili og við erum komið með, eins og segi, við erum komið með vissu inn í framtíðina. Mér langar því fyrir hönd bæjarfulltrúa Framsóknar frjálsa að gera eina breytingu á málsmeðferðinni og tillögu meirihlutans. Og með leyfi forseta langar mér að lesa henni upp. Bæjarfulltrúa Framsóknar frjálsa gera svohljóðandi tillögu að málsmeðferð málsins og hún verði borin hér upp til atkvæðagreiðslu. Í samræmi við C-lið 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akranskaupstaðar afgreiðslu mála í bæjarstjórn að bæjarstjóra verði falið að undirrita viljayfirlýsingu uppbyggingu skammtímadvalar fyrir hönd bæjarstjórnar Akraness. Þessu myndum við vilja bæta við þannig að taka út síðustu setninguna. Þess að segja þegar bæjarstjórn Akraness lýsi áfram tilbúin til samtals við sveitarfélögin á Vesturlandi uppbyggingu skammtímadvalar á Vesturlandi, einn eða fleiri. Við viljum sem sagt bara að það verði þarna skorið úr þannig að hér með atkvæðagreiðslu hvort að meirihluti bæjarstjórnar tilbúin til þess að koma að borðinu, taka samtalið, sitja við borðið, hafa eitthvað málið að segja eða hvort við ætlum bara að sitja á hliðarlínunni og sjá hvað hinn sveitarfélögin rétt okkur. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Ég vil þá biðja tillöguflytjanda eða eftir atvikum fundarritara að koma breytingatillögu bæjarfulltrúa Framsóknar og frjálsa til mín þannig að ég geti borið hana upp rétta eins og hún kom hér fram. En orðið er laust fyrsta fundarlið. Með fleiri ósk eftir að taka til máls. Það er fulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrst að
þetta mál komið hérna á dagskrá, þá langar mig að aðeins að taka til varnar fyrir velferðar- og mannréttindaráð. Finnst svona þessi bókun notendaráðs frekar svona hörð gagnvart velferðar- og mannréttindaráði og ég vil meina að við eigum það ekki skilið í ráðinu og ég fór í rauninni yfir þetta síðast. Það í rauninni ákveðinn ómöguleiki í þessu erindi og einhverja hluta vegna þá þetta bæjarfulltrúum Framsóknar mikið mál að ræða og þess vegna það komið hér á dagskrá. Svona aðeins til að skýra út það sem ég kalla ómöguleika með leyfi forseta, þá ætla ég að lesa hérna kafla út úr þessari bókun en þar stendur: Notendaráð lýsir yfir miklum vonbrigðum með þá tillögu meirihluta velferðar- og mannréttindaráðs Akraneskaupstaðar að bæjarfélagið hafi dregið sig út úr fyrirhuguðu samstarfi sveitarfélaga á Vesturlandi og Þroskahjálpar uppbyggingu skammtímavistunar á Vesturlandi. Eins og kemur fram í bókun velferðar- og mannréttindaráðsins sem að ég hlýt að geta þá ályktað að notendaráðið hafi ekki lesið, að þar kemur alveg skýrt fram að við erum ekki að draga okkur út úr fyrirhuguðu samstarfi, heldur lögðum við áherslu á að fyrirhuga samstarf sem hafði verið rætt héldi áfram. Mótaðilinn breytti forsendum samtalsins á þess að geta þessi tíma og eða gefa okkur tíma til að ræða málið. Notendaráð virðist hafa frekar haft skrif í skessuhorni til hliðsjónar við gerð bókunar frekar en að leita eftir skýringum frá velferðar- og mannréttindaráði. Ég ætla nú ekki að lesa bókun velferðar- og mannréttindaráðs en ég ætla að halda áfram að lesa úr bókun notendaráðs með leyfi forseta. Ráðið skorar því á bæjarstjórn Akraness að hafna tillögu meirihluta velferðar- og mannréttindaráðs og ganga nú þegar að nýju til áðurnefnd samstarfs á grundvelli undirritaðrar viljayfirlýsingar. Í sjálfu sér var engin tillaga hjá velferðar- og mannréttindaráði en það við vildum í rauninni vinna áfram að sameiginlegri uppbyggingu skammtímadvalar á Vesturlandi eins og hafði verið rætt. Þau drög að viljayfirlýsingu sem var undirrituð hafði verið hafnað af velferðar- og mannréttindaráði. Breytingartillögum velferðar- og mannréttindaráðs voru ekki samþykktar af mótaðila. Sú fyrirætlun að skoða Holt ekki verið rædd og svo var ekki gefinn tími til að ræða í ráðinu hvað þá að við hefðum möguleika á að bera það undir aðra bæjarfulltrúa eða hagaðila.
mjög sérstakt að notendaráð sé að skora á bæjarstjórn og þá beint tilvitnun í bókun notendaráðs, hafna tillögu meirihluta velferðar- og mannréttindaráðs og ganga nú þegar að nýju til áðurnefnd samstarfs á grundvelli undirritaðrar viljayfirlýsingar. Þetta setja þau fram án þess að leita að minnsta kosti skýringar frá formanni ráðsins. Það hefði, held ég, aðeins geta leiðrétt þann misskilning sem notendaráð var í. Og áfram með leyfi forseta, jafnframt átelur notendaráð þau vinnubrögð velferðar- og mannréttindaráðs að leita ekki umsagnar og álits notendaráðs í málinu, ekki síst áður en afgreidd tillaga að hverfa frá upphaflegu samstarfi. Hér rauninni eiginlega mesti ómöguleikinn í bókuninni, því að við í velferðar- og mannréttindaráði, við í rauninni gátum ekki og höfðum ekki tök á að bera viljayfirlýsinguna undir hagaðila, hvað þá að loka drög af viljayfirlýsingunni. Hún berst í rauninni ekki fyrir en sama dag og skrifa undir. Það alveg gjörsamlega ómögulegt að við höfum getað rætt það og hvað þá að bera það undir einhverja aðra. Þegar þessi yfirlýsing kom, þá kom í ljós að það voru upphaflegu drögin sem velferðar- og mannréttindaráð var í raun búið að gera tillögu að breytingu á. Þannig að þó að tillagan hefði komið eins og við héldum að við værum í ákveðnu ferli að yfirlýsingin kæmi, við fengjum og við gerðum athugasemd við hana, hún kæmi þá aftur og ef við værum ekki sátt þá getum við gert tillögu að einhverjum breytingum eða allavega þá til allir aðilar voru sáttir, þá hefur við getað farið að leita umsagna, meðal annars hjá notendaráði og annarra. Þannig að það er mjög sérstakt að átelja vinnubrögð velferðar- og mannréttindaráðs fyrir að leita ekki umsagnar og álits og skamma í sumum bókun ráðið fyrir að vilja fá tíma til að ræða málið í fyrsta lagi í ráðinu og svo bera það þá hugsanlega undir aðra. Allt þetta hefði verið hægt að útskýra fyrir notendaráði en það kaus að taka frekar þá ákvörðun út frá greinaskrifum og fjölmiðlum enda ber bókunin þann brag. Verkefnið sem var farið af stað með var úrræði fyrir skammtímavistun fyrir fötluð börn á Vesturlandi og átti það að vera samstarfsverkefni sveitarfélaga á svæðinu. Fyrirfram ákveðin staðsetning átti ekki að vera ákveðin. Það átti að fara í greiningu, ræða hvernig fyrirkomulagið á að vera. Voru að tala um helgarvistun eða starfsemi allan daga vikunnar eða einhverja aðra möguleika. Hverjir eru afþreyingar möguleikar, hvernig eru samgöngur, ferðamöguleikar, skólar og svo framvegis.
Einn aðili að þessu hugsanlega samstarfi, hann bókaði í upphafi þegar lagt var af stað í verkefnið með leyfi forseta. Nefndin leggur til að fenginn verði utanaðkomandi aðili til að greina þörf, áætla kostnað og skoða rekstrarform vegna skammtímadvalar á Vesturlandi. Þetta nákvæmlega sama og umræðan var í velferðar- og mannréttindaráði hjá okkur. Þannig að þegar greiningar hefðu legið fyrir, væri hægt að meta hvað besta staðsetningin og hvernig húsnæði þarf. Þetta var það samstarfsverkefni sem við vorum að vinna að og töldum alveg fullvíst að allir væru þar sammála. Kortir í undirskrift sem bar brátt að okkur stillt upp með að skrifa undir allt annað en hafði verið rætt í velferðar- og mannréttindaráðinu. Yfirlýsingin sem við höfðum tekið jákvætt í með þeim breytingum sem við óskuðum eftir óbreytt, okkar breytingar ekki inni og þar með ekki sú yfirlýsing sem við höfðum hugsanlega getað samþykkt. Við báðum breytingar í samræmi við það sem við höfðum samþykkt, því var neitað, fengum ekki frest til að ræða nýja stöðu og þar af leiðandi var ekki hægt að skrifa undir. Og hinir aðilarnir skrifa undir og þar tel ég að hafi alveg verið ljóst að þeir ætluðu í þessa vegferð án okkar. Við undirstrikum í okkar bókun í meirihlutanum að við erum áfram tilbúin í samtalið miðað við þær forsendur sem hafði verið rætt í upphafi, umræðu án skilyrða og með það að leiðarljósi að finna bestu lausnina til lengri tíma litið fyrir okkar fólk. Við snögga yfirferð yfir fundagerðir nágrannasveitarfélaga ekki að sjá að okkar tillögur að breyting á viljayfirlýsingu komi fram. Hver það sem ákveður að þær séu ekki ræddar ekki gott að vita en það er greinilegt sem að, ég veit ekki, en virðast ráða einhverju för í þessu máli. Því hvað gerist, sennilega það í október-nóvember sem gerði það verkum að farið var að einblína á Holt, veit ég ekki. Hef ekki fengið nein svör eða gögn við því, ekki einu sinni eftir að undirskrift þó greinilega hafi verið ætlun mótaðilans að við kæmum þá skríðandi og bæðum að fá að skrifa undir. Og það sem í rauninni óskiljanlegt, sérstaklega kannski í ljósi þess sem að Ragnar B. Sæmundsson sagði hér áðan að fresturinn var til 13. febrúar. Af hverju var þá þessi hraði? Af hverju var ekki hægt að gefa okkur færi á að ræða málið? Satt að segja þá finnst mér nú ekki, ef að þetta eru þau vinnubrögð sem að Framsókn ætlar að ástunda ef og þegar að þeir hugsanlega komast til valda, þá finnst mér það ekki til eftirbreytni. Við verðum, hvort sem okkur líka betur eða verð, að ástunda góða stjórnsýslu í öllum málum í rauninni og oft þurfum við kannski að leggja einhverja tilfinningar til hliðar.
Því ef við eigum að starfa með öðrum aðilum, alveg sama hvað mál það þá verðum við að stunda vandaða stjórnsýslu. Við verðum að fá að ræða málin og við verðum að fá tíma til að bera þau undir þá sem máli varðar. Annað eiginlega óásættanlegt. Við getum og megum ekki taka einhverjar ákvarðanir öðruvísi heldur en við séum alveg klár á að við uppfyllum svona lágmars kröfur í stjórnsýslu. Og ég held að við myndum aldrei eftir einhvern smá samtal við einhvern fara að stilla honum upp við vegg það og gefa honum ekki tíma til þess að ræða sín mál við sína aðila. Og það í rauninni, svo ég komi nú aftur okkur í velferðar- og mannréttindaráði til varnar. Það alveg ótrúlegt að í sömu andrá skammast yfir því að ekki sé haft samráð. Það sagt að aðeins 2 séu að taka ákvörðun og svo skammast yfir því að velferðar- og mannréttindaráð vildi fá tíma til að ræða máli. Eins og ég sagði hér í þessum ræðustól fyrir tæpum hálfum mánuði, Holt ekkert að fara, við erum tilbúin að taka samtali og vorum alltaf tilbúin og erum enn. En það einhver sem stýrir þessari för sem gaf okkur ekki kost á því að ræða betur saman. Og í rauninni stillt okkur þar upp við vegg. Það bara það sem búið var að ákveða af einhverjum sem gilti. Okkar tillögur, í rauninni voru ekki þess virði að ræða þær. Og þetta eru vinnubrögð sem hvorki Framsókn eða við hin eigum að stunda. Ég gæti tekið lengri ræðu á þetta og reynt að fara yfir málið. Það sem liggur í rauninni fyrir að við erum tilbúin í öll samtöl hvenær sem öll mál og alla lausnir við nágranna okkar og alla. Við verðum og hefðum átt að vera löngu byrjuð á því. Það hefur ekki staðið á velferðar- og mannréttindaráði. Við höfum í rauninni barist fyrir því við hverja fjárhagsáætlun að þetta komist á laggirnar og eins og ég sagði hér síðast vissulega ástæða fyrir því við þurfum ákveðnum atriðum að forgangsraða en þar sem virðist vera svona mikill meðbyr með því að við förum í þetta, þá held ég að við eigum að nota tækifærið og við eigum að undirbúa okkur vel, greina allt sem þurfum að greina og finna þau úrræði sem að við hér erum sátt og munum verða stolt af í framtíðinni. Ég tel að þessi niðurstaða og tillaga okkar bæjarfulltrúa Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins höggvi á margan hnúta í þessu máli og eðlilegasti farvegur í þessu að velferðar- og mannréttindaráð
geri áætlun hvernig við leysum og vinnum þetta sem fram kemur í tillögunni. Það að fara að skrifa undir yfirlýsingu sem að í rauninni okkur var aldrei gefin færi á að ræða á sínum tíma. Það augnablik farið. Ég á ekki von á öðru en svo vinna sé langt komin hjá þeim aðilum miðað við þær dagsetningar sem hafa komið hérna fram. Við getum alltaf og munum, eins og ég sagði áðan, taka samtalið. Ef við förum í eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom hér inn á með Holt. Ég sagði það hér í ræðu held ég síðasta að það algjörlega óvíst í rauninni fyrir hverja og hvernig úrræði hægt að bjóða upp á í Holti og ég ætla ekki að taka fyrir það að það sé hægt. Þar verða aldrei þau sértæku úrræði sem að við þurfum mest á að halda. Þeir einstaklingar sem að hugsanlega geta átt dvöl í Holti frá okkur. Það eru held ég ekki þyngstu tilfellin okkar. En eins og ég segi áður, þetta eitthvað sem við þurfum að gera greiningar á við sjálf og mæta til leiks í umræðuna sem sagt framtíðarskipulag skammtímavistunar á Vesturlandi ef að áhugi á því ennþá hjá þeim hópi sem að fór á stað með það verkefni. Mér vitanlega ekki búið að slíta því og við hljótum að geta tekið samtalið áfram innan þess hóp sem að einblíti á það verkefni og við höfum að vanda okkur í þessu og eins og ég segi að fara að taka ákvörðun og eiginlega það sem okkur stillt upp í vegg eitthvað sem við vorum ekki búin að ræða fannst mér og finnst ekki góð vinnubrögð og það bara óásættanlegt í rauninni að fara að kvitta upp á það svona löngu eftir á fyrir okkar og ekki í rauninni rétt stjórnsýsla. Við eigum að ræða þetta í velferðar- og mannréttindaráði og ég ætla að vona að við samþykkjum þessa tillögu sem að hér liggur fyrir, þá fáum við tækifæri til þess að ræða þetta og að sjálfsögðu þegar að við erum að verða svona sammála það að þetta sé eitthvað sem við verðum að fara á stað með, þá vonandi náum við að vinna tiltölulega bara hratt í þessu. Við höfum marga möguleika og við eigum og erum alveg færum að gera þetta í raun á okkar forsendum ef að mótaðilar okkar og félagar á Vesturlandi vilja ekki við okkur tala, þá erum við alveg tilbúin og eigum að vera fullfærum að bjarga okkur sjálf. Ég var á málþingi í vikunni málefni fatlaðra þar sem að allavega úrræði komið til tals og ég held að það sé okkur hollt líka að skoða það nánar og hafa samband og jafnvel heimsækja
heimsækja þá aðila sem þar töluðu og reyna kannski að læra eitthvað af þeim en við skulum samt ekki fara mikið fram úr okkur og tíminn eins og ég segi og Ragnar B. Sæmundsson kom hér inn á, ég held að hann hafi farið aftur 2020. Ég búinn að vera í þessu og var hérna þegar Holt var lagt niður fyrir að verða 15 árum. Þá var Holt ekki talið hæfa í skammtímavistun en ég allavega síðan hef ég talað fyrir skammtímavistun og verið talsmaður þess að við gerðum það af miklu myndugleika og alltaf þegar við gerum eitthvað þá eigum við að gera það eins gott og mögulegt miðað við þann tíma sem við stöndum í. Ekki eins og ég held ég hafi sagt hér síðast, förum ekki og tróðum flóknum skammtímaúrræðum inn í Holt. Holt gæti alveg verið gott til síns brúks en það leysir mjög lítinn vanda hjá okkur í sjálfu sér en í heildarmyndinni getur það alltaf fungera líka og eigum ekkert að loka augunum fyrir því en bara samþykkjum þessa tillögu allir jákvæðir fyrir henni, sleppum þessum yfirlýsingum, það er mál gærdagsins og við skulum bara halda áfram út frá því sem við höfum fyrir framan okkur. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Við ræðum hér fyrsta mál á dagskrá. Skammtímadvöl á Vesturlandi og orðið er laust. Gefa bæjarfulltrúum aðeins þóttunartíma. Bæjarfulltrúi Lífans og Skarðsdal. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Við ræðum hér skammtímadvöl á Vesturlandi. Ég vil fá bara þakka fyrir þá tillögu sem kom hér frá meirihlutanum áðan þau úrræði sem þau leggja til. Það er vel og það skal þakka fyrir það sem vel gert. Styð það heils hugar þar sem við höfum náttúrulega lengi vitað að þörfin er brýn og eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom hérna inn á áðan að þá þessar tölur sem að hann er að vísa í hér, þetta eru náttúrulega sláandi tölur, 106 börn fyrir allt Vesturland. Ef við setjum það í samhengi við íbúafjölda Akraness og íbúafjölda á Vesturlandi, þá er íbúafjöldi Akraness ca. 48% af íbúafjölda Vesturlands. Þannig að þá í því samhengi þá er þetta þá ættum við rúmlega 50 börn á þessum biðlista. Við sjáum það alveg að þessi 6 til 7 rými eru náttúrulega sjálfsög ekki að fara að uppfylla þá þörf sem að við þurfum. En aftur á móti að þá höfum við bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsa bent á það að þetta er ekki eina úrræði sem að við myndum vilja taka þátt í. Við vorum einfaldlega að gagnrýna það að stíga ekki inn í samtal og eiga samtal með hinum sveitarfélögunum. Annars ætla ég að fá að hrósa bæjarfulltrúa Einari Brandsyni fyrir sitt framlag til endurvinnslu. En þetta hlýtur að vera mjög gott að halda nánast
nákvæmlega sömu ræðu og flutt var hér fyrir 2 vikum síðan. Eilítið styttri, mögulega kannski tala hann aðeins hraðar núna, ég veit það ekki, en hérna alveg mjög gott. Svo þetta sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson kemur inn á að gagnrýna hér annað fagráð, þar að segja gagnrýna notendaráð. Ég ekki alveg sammála honum í því að við þessi fagráð eru til þess að vera rödd notenda og vera ráðgefandi hlutverk gagnvart sveitarfélögum og stofnunum og hafa eftirlit með gæðum þjónustu og ráðið á að benda á það sem virkar vel, það sem þarf að bæta og tryggja notenda með nálgun eða eins og þau segja ekkert okkur án okkar. Þetta veit bæjarfulltrúi Einar Brandsson mæta vel þar sem hann hefur nú lengstan starfsaldur hér í þessum hópi og við eigum ekki vera neikvæð fyrir því að fá gagnrýni frá okkar ráðum. Við eigum að taka á móti því, hlusta af opnum huga og vera tilbúin til að ræða þetta. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson líka með tíðrætt vandaða stjórnsýslu sem við erum öll sammála en ég svolítið, ég velti fyrir mér hvaða stjórnsýslu verið að gagnrýna. Okkar stjórnsýslu, mér vantar bara aðeins nánari útskýringar á því eftir því sem að mér skilst að þá sé nú töluvert síðan að þetta samtal hafi byrjað með Holt þó svo að þessi viljayfirlýsing per se hafi náttúrulega bara borist þarna á þessum tíma. En annars vill ég svo sem ekki mikið vera að ræða þetta. Við erum svolítið mikið bara að endurvinna umræðuna sem fór fram hér fyrir 2 vikum síðan. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson tala líka mikið góð vinnubrögð. Bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsa eru að sjálfsögðu því sammála og að við leggjum í mikla og góða vinnu í að greina þörfina og við erum öll sammála því. Og við að sjálfsögðu myndum aldrei fara í einhvers konar vinnu og áætlanir nema bara að vel ígrunduðu máli. Það segir sér náttúrulega sjálft, annars værum við ekki að sinna okkar starfi. Það margrætt að augnabliki sé farið, að okkur bjóðist ekki lengur að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu. Það einfaldlega ekki rétt. Það verið að bíða eftir okkur. Það margbúið að segja það. Annars ætla ég aftur að ítreka meirihlutanum fyrir þau sinnaskipti sem hafa hér orðið og þá tillögur sem þeir báru hér fram. En að sama skapi taka undir þá breytingatillögu sem bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom með hér upp áðan. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstað. Við erum í umræðu fyrsta mál, skammtímadvöl á Vesturlandi og ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Við ræðum hér skammtímavistun. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér upp og endurflutti hér brot úr 50 mínútna ræðu sem flutt var á síðasta fundi ásamt viðbótum.
Bæjarfulltrúinn talaði að fara í greiningavinnu. Alveg svo ég kom inn á þegar ég talaði hér áðan, þá sú vinna í gangi. Það voru hins vegar fulltrúar Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks sem ákváðu að Akraneskaupstaður tæki ekki þátt í því samtali, ættu ekki sæti við borðið. Bæjarfulltrúinn talaði líka að það væri ljóst að hinir aðilarnir ætluðu þessa vegferð án okkar. Í hvaða samsæriskenningarugl erum við komin eiginlega? Það enginn að vinna gegn hagsmunum Akraneskaupstaðar nema þá kannski hugsanlega við ef við ætlum að festast í einhverjum svona forarpeiti. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson talaði líka að Holt væri að öllu líkindum ekki að fara að þjóna okkar þyngstu tilfellum. Ég bara hjartanlega sammála honum og ég held að sé að hljóti allir að vera sammála honum sem hafa eitthvað að skoða málið. En það hins vegar þannig að eins og ég fór yfir hérna í fyrir ræðu minni að þá er áætluð þörf á Vesturlandi 106 börn. 106 börn með gríðarlega misjafnar þarfir. Þau 6-7 rými sem eru í Holti eru ekki að fara að þjóna þyngstu tilfellunum hugsanlega, en þau eru alveg klárlega að fara að þjóna mörgum af þessum 106 einstaklingum sem þurfa á aðstoðinni að halda. Bæjarfulltrúinn spurði líka af hverju hefur legið svona á ef fresturinn til 13. febrúar. Líkt og ég fór yfir í fyrri ræðinni að þá á Þroskahjálp á Vesturlandi húsnæði í Holti. Það eru einkaaðilar sem vilja leigja húsnæðið og koma þar upp skammtímavistun, eða skammtímadvöl segi ég. Og sveitarfélögin á Vesturlandi hafa til 13. febrúar til þess að svara því hvort þau ætli að nýta húsnæðið eða ekki. Það lá á að skrifa undir vegna þess að sveitarfélögin á Vesturlandi eru núna í samtali og eru að velta upp möguleikum rekstrar- og mönnunarmódeli. Það svo vinna sem í gangi núna. Það samtalið. Við erum ekki við það borð. Miðað þessa tillögu þá ætlum við að sitja svona eitthvað stað til hliðar, en ég gat ekki heyrt á bæjarfulltrúa Einar Brandssyni að það væri allavega mikið traust til hinna aðilana sem sitja við borðið. Þetta virtist vera mestmegnis einhvern veginn þannig að það væri allir að vinna gegn okkur og ljóst að aðilar ættu þessa vegferð án okkar. Bæjarfulltrúinn talar hér áfram að hagsmunirnir eru farnir. Þetta mál búið. Reyndar ekki hans orðamáli væri búið, heldur að hagsmunir væri farnir ef ég tekið rétt eftir. Ég velti fyrir mér, af hverju er verið að halda sömu vitleysunni fram aftur og aftur? Það búið að koma hérna fram að við höfum semst til 13. febrúar. Við höfum möguleika, hins sveitarfélögin hafa ekki fengið afsvar, já eða nei, hvort við ætlum að taka þátt í vegferðinni. Við höfum möguleika til þess að skrifa undir, setjast upp borðið, taka upp þráðinn og klára þetta. Mögulega verður það þannig að það verður ekkert gert. En mögulega verður það líka þannig að hins sveitarfélögin sem eru að vinna þessu fullu, þó að við séum ekki við borðið, þau setja þá bara upp skammtímadvöl án okkar aðkomu, án þess að okkar skjólstæðingar og okkar börn hafi möguleika á að nýta sér þá þjónustu. Það finnst mér ekki gott. En tímapressan kemur til, held ég fyrst og fremst, vegna þess að við þurfum að vera búin að skrifa undir, við þurfum að vera búin að gefa svar, já eða nei, með húsnæði 13. febrúar. Bæjarfulltrúinn var tíðrætt stjórnsýslu og ég er alveg sammála honum að við þurfum að stunda vandaða stjórnsýslu. Ég held að viti hins vegar allir hér inni að það urðu ákveðin mistök hérna í stjórnsýslunni og þau mistök liggja í því að við bæjarfulltrúar fáum ekki viljayfirlýsingu að senda fyrir að morgni þess dags sem átt að skrifa undir. Það eru bara mannleg mistök, svoleiðis mistök hafa gerst áður hjá okkur og munu alveg pottþétt gerast aftur. Svo hins vegar bara hvernig ætlum við að vinna úr þeim mistökum? Hvernig ætlum við að vinna með stöðuna?
Velferð og mannréttindaráð hefði til dæmis getað bókað að gögnin hafi borist seint inn og því hafi ekki gefist ráðrúm til þess að kynna sér þau. Hefði getað bókað annan fund eftir 2 daga eða eftir viku. Nei, í stað þess þá segja þeir bara, herðu, það búið að ákveða þessi í holti og þá viljum við ekki skrifa undir og ætlum ekki að taka þátt í þessari vegferð. Mér finnst það skrítið. Bæjarfulltrúinn talaði líka bæjarfulltrúinn Einar Brandsson talaði líka um samgöngur, almenningssamgöngur, skóla og annað. Það gildi alveg það sama í hina áttina. Það gildi alveg það sama ef allir einstaklingar aðrir á Vesturlandi eru að koma hingað eða við þurfum að sækja hugsanlega þjónustur upp í borgar. Það eru sömu atriði sem við þurfum að skoða í báðar áttir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson sagði að það væri bæjarfulltrúi Framsóknar og Frjálsra mikið mál að ræða þetta og það er alveg laukrétt hjá hann. Það fóru 90 mínútur á síðasta fundi í þetta mál undir fundagerðum. Hefðu þið ekki óskað eftir að málið kæmi inn að það væri raun og engin möguleiki fyrir bæjarfulltrúa að ræða þetta og engin möguleiki fyrir bæjarfulltrúa til að greiða þetta atkvæði. Mér finnst bara mikilvægt að það komi fram hvort að meirihluti bæjarstjórnar standi eða sé viljugur til þess að fara í þessa vegferð eða ekki. Við getum ekki sagt eftir á vondu þið vilduð ekki vera með okkur. Það er við sem viljum ekki vera með. Við getum ekki sagt bara, herðu, við ætlum að sitja á hliðarlínunni og vega og meta. Annaðhvort erum við samtalinu eða ekki. Við erum ekki bara hálfir inn og hálfir út. Annaðhvort inn eða út. Bottom lineið svolítið það bara, ætlum við að vera með eða ætlum við ekki að vera með. Við erum að ræða viljayfirlýsingu. Það er verið að setja upp mönnunar og rekstramódel eins og við komum inn á áðan. Það kæmi þá allt inn til okkar. Þeir samningar eða drög að þeim samningum. Ég vænti þess að þeir kæmi hér inn og eru ræddir. Við höfum alla möguleika á því að segja á þeim tímapunkti, nei, þetta hentar okkur ekki, eða þetta hentar okkur. En eins og staðan er í dag, þá erum við algjörlega undir vilja hinna sveitarfélaganna, hvort þið vilja á einhverjum tímapunkti hleypa okkur að eða ekki. 6 eða 7 rými í Holti, hinn sveitarfélögin, 106 börn, hinn sveitarfélögin geta nýtt öll þessi rými. Það er ekkert sem segir þeir verða að hleypa okkur af. Rými á Akranesi væri frábært og ég vona að raungerist, en eins og við erum búin að fara yfir, bæði ég, bæjarfulltrúi Lífars á Skarðstað og bæjarfulltrúi Einar Brandsson, þá er þetta búið að standa til í mjög mörg ár. Við erum bæjarstjórnin búin að vera þessari vegferð allavega frá 2000, ef ekki fyrr. Það er ekki enn risið og það er eitthvað í það að risi. Á eftir að rífa núverandi húsnæði, það sem við erum að tala á Laugabraut, gamla Ávaldósi, gamla slökkvistöðina. Það húsnæði er í fullri notkun í dag. Við þurfum þá að finna annað húsnæði fyrir það sem er að nota, þá hluti sem þar eru inni. Í dag er þetta geymsluhúsnæði fyrir byggðasafnið. Við þurfum þá að finna geymsluhúsnæði fyrir byggðasafnið. Við þurfum að rífa það hús, við þurfum að hanna hús og við þurfum að setja upp allt. Þetta er alltaf. Við þurfum ekki einu svona að blekkja okkur. Þetta er að lágmarki 23 ár. 23 ár, þangað til að vera þá komin inn með fyrsta rýmið í skammtímavistun. Eða viljum við sitja við borðið og eiga möguleika á því að einhverju af þessum einstaklingum, auðvitað ekki allir, því þetta hentar ekki öllum, en einhverju af þessum einstaklingum okkar, skjólstæðingum okkar, gæti nýtt þessi rými. Það snýst í raun og veru málið. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson talaði hér áðan að leggja tilfinningar til hliðar. Ég er hjartanlega sammála honum. Ég held hins vegar að, eða allavega eins og ég heyrði ræðuna hans, þá var hún uppfyllt af tilfinningum. Og ég held að við þurfum bara svolítið að setja punkti núna. Það sem er búið að gerast, það er bara gert og við þurfum að horfa fram á við. Við þurfum að horfa hvaða skref viljum við taka og við þurfum bara að greiða atkvæði það. Vill bæjarstjórn fara í þessa vegferð með hinum sveitarfélögunum
og skrifa undir þessa viljayfirlýsingu eins og hinn sveitarfélögin hafa gert, eða viljum við sitja á hliðarlínunni og bíða eftir að fyrsta úrræðið okkar opni eftir ykkur ár. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Við ræðum enn fyrsta dagskrárlið, skammtímadvöl á Vesturlandi og umræðan hefur farið víða. Mig langar aðeins að ræða tillöguna sem að bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir bar hér upp í sínu erindi, sem að gengur út á það að farið verði í það að meta þörf á skammtíma vistunarúrræðum og hvers konar húsnæði þurfi þá til að mæta þeim þörfum sem eru til staðar og að sá hluti lóðarinnar við Laugabraut 6, þar sem nú stendur fyrir áhaldahús bæjarins, verði tekið frá. Mér langar bara aðeins að ávarpa þetta, vegna þess að mér finnst þetta bara svo ótrúlega flott hugmynd sem að við ættum öll að geta sameinast um. Þessi staður, Laugabraut 6, þarna á milli Bjarnalaugar og búsetukjarnans við Laugabraut, í dag ekki í standi sem að okkur til sóma, og með því að taka þessa lóð í þessa starfsemi, að ég held að það geti opnað á svo mörg og flott og skemmtileg tækifæri. Að byggja þetta upp við hliðina á Bjarnalaug gæti gefið okkur möguleikana á hreinlega einhverju tengingu við Bjarnalaug, gæti gefið okkur möguleikana á þau að skoða þá til dæmis aðgengi og klefamál að þessari gömlu, fallegu, sögufrægu innilögu okkar. Og þetta getur leitt svo margt gott af sér leið og við komum þarna upp húsnæði fyrir þjónustu sem að eins og hefur komið í máli svo margra hér svo rík þörf fyrir. Þannig að ég ætla ekkert að fara inn á aðra þætti umræðinnar sem hér hafa farið fram, en mér bara langaði svo að orða þetta. Ég held að þetta geti lyft þarna upp reit sem að hefur mikla möguleika á að vera ótrúlega flottur og komið honum í afskaplega verðmæta þjónustu fyrir samfélagið okkar. Mér bara langaði til þess að orða þetta, en orðið laust fyrsta fundalið. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég held að einhver góður maður sagði einhvern tímann að góð saga væri aldrei, hvernig var það? Já, það sem ég meina að það aldrei annað en þörf á því að fara með sömu ræðuna á meðan ekki allir skilja hana. En bara svo það komi alveg skýrt fram og eins og ég nefndi í upphafi ræðu minnar áðan að bæjarfulltrúinn Líf og Skarstad tók þannig að ég hafi verið að gagnrýna notendaráð. Ég tók alveg skýrt fram að ég var að taka til varnar fyrir velferðar- og mannréttindaráð
því mér fannst í rauninni töluvert að okkur vegið og samaskapi og við í velferðar- og mannréttindaráði lesum og hlustum á það sem notendaráð segir, þá ekki verra ef að notendaráð hlustar og les það sem að kemur frá okkur, því að það í rauninni ákveðin samskipti sem þurfa að fara þar fram. Ég átta mig svo í rauninni ekki á einu í þessu máli, að svo virðist sem að bæjarfulltrúar Framsóknarflokksins hafi töluvert meiri upplýsingar heldur en hafa allavega komið inn í velferðar- og mannréttindaráð. Þennan dag, að vísu daginn áður, þegar fundarboðið sem við áttum að fá áður og það var einhver misskilningur með það í sjálfu sér og allt í lagi með það fundarboð hafa misfarist bæði á allan hóp og hlutahóp og mun sennilega gera það áfram, en þegar þetta fundarboð kemur á daginn áður en að þessi fyrirhugaða undirskrift það í rauninni fyrsta skipti sem að svona að mér allavega að verða ljóst að hugsanlega verið að fara einhverja vegferð sem að hafði ekki verið rædd, og þess vegna þegar þetta fundarboð loksins kom, þá óskaði ég strax eftir að fá að sjá viljayfirlýsinguna, og ég búinn að segja það oftar en einu sinni, velferðar- og mannréttindaráð var bara einu sinni búið að funda drögin að þessari viljayfirlýsingu. Við vorum búin að óska eftir breytingum. Þegar viljayfirlýsingin loksins kemur til okkar, daginn sem á að skrifa undir, daginn eftir fundarboðið, það voru ekki inni. Ef að sumir bæjarfulltrúar hafi haft þá vitneskju í einhvern tíma eða allavega það að Holti var í umræðunni, þá hafði það allavega ekki skilað sér inn í velferðar- og mannréttindaráð og okkar starfsfólk í rauninni hafði ekki nefnt það heldur. Enda var það í vinnu með okkur að koma því inn í yfirlýsinguna að staðsetning væri ekki ákveðið fyrirfram. En það kemur svo í ljós daginn sem á að skrifa undir að það það eina sem á að skoða, það Holt, og það má eiginlega segja að það hefði nú í rauninni verið hreinlegra að setja það bara inn í yfirlýsinguna strax í staðan fyrir að vera að pukrast með það, eins og ég tilfinningu fyrir að hafa verið gert. Og þar komum við kannski inn á það sem að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom inn á með traust. Það náttúrulega, það kemur ósjálfrátt upp í hugan á manni þegar svona atburðir gerast að maður hafi á tilfinningunni að það sé einhvers staðar eða einhverjir sem kom ekki alveg hreint fram og hugsanlega sá hraði sem allt í einu varð á málinu hafi akkurat verið til þess að koma einhverju í gegn sem ekki hafði verið rætt. En ég held
að það sé kannski ekkert, ég hef alveg traust til og hef alltaf þá von að allir sé að gera sitt besta og það sé ekki neitt fyrirleikur í gangi. Ég allavega kem þannig fram við fólk og ég bara ætla að stilla þess að aðri geri það líka. Báðum fulltrúum Framsóknar sem töluðu hér á undan og ég líka en í minni ræðu fór yfir þetta með augnablikið sem að bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson var komið með yfir í hagsmunir farnir. En það er alveg klárt að við fengum ekki tíma til að ræða það sem átti að skrifa undir. Bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson talar það að við hefum getað fundað einum eða tveim dögum seinna. Við gátum það alveg, það var ekkert vandamál. En við fengum ekki frestinn til þess að ræða málið. Því að leið og er búið að rita undir yfirlýsinguna, þá hefur ekkert í höndunum til þess að óska eftir einhverjum breytingum. Þá er í rauninni frekar lítið að ræða. Við báðum frest. Við fengum ekki frest. Þar af leiðandi tel ég og allavega meirihlutinn í velferðar- og mannréttindaráði að augnablikið fór. Það var ekki áhugi að hafa okkur með. Það var ekki hægt að túlka það á neinn annan hátt. Síðan þennan dag hefur í rauninni ekkert gerst annað en það að við funduðum til yfirlýsinguna eftir á og það segir sig alveg sjálft að það var klárt að því sem að við höfðum hafnað að við gátum ekki farið að samþykkja það og þá líka á einhverjum öðrum nótum heldur en hafði verið rætt. Það var það að það átti bara að skoða Holt. Og það var svolítið sérstakt að bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson, hann fer að tala eða nefna það að ég tala samgöngur. Ég held að það sé stórt atriði í staðsetningu á svona úrræði séu hvernig samgöngur eru en ég alveg sammála honum það að þetta þarf þá að henta öllum og allt tekið inn í myndina þar. En það var nú ekki hægt að skilja, ég held ég sé nú ekki með það að formaður Þroskahjálpar á Vesturlandi skrifaði það í kommenti á alnetinu að auðvitað væri það, ég man ekki alveg hvernig hún orðaði það, en það var ekki gott að þurfa að fara með
einstaklinga niður á Akranes í vistun. Það var eitthvað átálega. Það var allavega hægt að lesa það út að hennar skoðun var sú að það væri mikið erfiðara fyrir þá sem að búa hérna fyrir norðan okkur að keyra niður á Skaga heldur en fyrir okkur að þá að keyra upp í Borgarfjörð. Þannig að samgöngur skipta miklu máli og við verðum að vera alveg opin eins og ég reikna með að bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson að það verður að gilda í báðar áttir. Enda fóru við sem vorum að vinna í þessu í velferðar- og mannréttindaráði. Við fórum af stað í þessa vegferð alveg með opið blað. Við ætluðum ekki að útiloka neitt. Við ætluðum ekki að gera neina kröfur. Við ætluðum að gera þær greiningar sem að þurfti að gera og svo mundu þær greiningar og sú vinna leið okkur að þeim stað og í þau úrræði sem að best eru fyrir okkar einstaklinga. Það var sú vegferð sem við fórum í. Ég veit allavega með eitt sveitarfélag sem fór í vegferðina á þeim nótum líka. Og þannig að það verkefnið, því verkefni höfum við ekki slitið. Formlega veit ég ekki annað en að það samtal geti alveg haldið áfram. En hvað varðar þessa tillögu að nú förum við í alvöru af stað og gerum eitthvað. Við getum sennilega rætt fram og tilbaka af hverju við erum ekki komin á stað, en það segir sig alveg sjálft að ef við förum ekki á stað þá verða þessi 2-3 ár sem að Ragnar B. Sæmundsson talar kannski 5, 6 eða 10. Þannig að við verðum að fara á stað með okkar úrræði. Við leysum áfram þau mál sem við stöndum frammi fyrir í hverjum degi. Við höfum gert það, okkar fólk hefur gert það og staðið sér bara mjög vel. Ég veit að það er ekkert létt en þau hafa gert gott í því og við skulum bara horfa fram á við það sem að gerðist 4. desember, það er liðið. Og eins og ég segi, ef voru einhverjar aðrar upplýsingar sem einhverjar aðrir vissu á einhverjum tímapunkti, þá hafa þær ekki borist inn í velferðar- og mannréttindaráð. Velferðar- og mannréttindaráð er tilbúið til að taka á þessu verkefni sem að felst í þessari tillögu og vonandi fáum við þá góðan stuðning og undirtektir hjá öðrum bæjarfulltrúum í það og embættismönnunum okkar líka. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fyrsta fundarlið? Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson var orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur líða. Ég vil byrja á því að þarna lýsa yfir að ég er bara hjartanlega sammála bæjarfulltrúnum, forseta Valgerði Lyngdal Jónssyni.
Ég held að þessi staðsetning sé bara mjög áhugaverð og góð. Við höfum lengi talað Bjarnarlaug og þá möguleikar sem þar eru til staðar, en jafnframt að það þurfi þá að fara í aðgerðir vegna þess að þetta eins og bæjarfulltrúinn kom inn á, gamalt sögufrægt hús, en mætir kannski ekki þörfum nútímans eða kröfum. Þannig að einhvers konar viðbygging eða breyting væri held ég alltaf nauðsynleg og gæti þá farið vel saman með þessum framkvæmdum. Við erum búin að koma inn á það bæði ég og bæjarfulltrúinn Líf Ása Skarðstad að við erum hjartanlega sammála og fylgjandi þessari tillögu Samfylkingar Sjálfstæðisflokks, en við höfum hins vegar lagt til léttvægar breytingar og með leyfi forseta þá langar mig að fara aðeins yfir hana. Í stað þess að það kom hér í tillögu Samfylkingar Sjálfstæðisflokks, bæjarstjórn Akraness lýsir sig áfram tilbúin til samtals við sveitarfélög á Vesturlandi uppbyggingu skammtímadvalar á Vesturlandi, einnar eða fleiri, að þessi setning fari út og í stað hennar komi í samræmi við C-lið 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaustaðar með afgreiðslu mála í bæjarstjórn að bæjarstjóra sem verði falið að undirrita viljayfirlýsingu uppbyggingu skammtímadvalar fyrir hönd bæjarstjórnar Akraness. Í raun og veru eina breytingin sú að við viljum klára, við viljum undirrita viljayfirlýsinguna og setjast við borðið. Það í raun og veru breytingin frá þeirri tillögu sem bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir bar hér upp fyrir hönd bæjarfulltrúa Samfylkingar Sjálfstæðisflokks áðan. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér upp og talaði upplýsingar og velti fyrir sér að einhverjir hefðu meiri upplýsingar en aðrir. Það getur vel verið. Mér finnst hins vegar umræðan hérna í dag öll hafa svolítið einkennst af einhverjum samsæriskenningum og öðru. Það er kannski gott að það komi fram hérna í umræðinu að það mætti einn bæjarfulltrúi við undirritunina þegar hinn sveitarfélögin skrifuð undir. Fulltrúi Framsóknar og Frjálsra í velferðar- og mannréttindaráði, Anita Eir, mætti upp í Holt enda var undirskriftin blásin af þegar hún var hálfnuð á leið upp yfir. Fyrir lá nú ekki ákvörðun það að mæta ekki fyrir en bara einn af fulltrúum eða einn af nefndamönnum var hálfnuð á leiðin upp yfir. Auðvitað var tekið samtal þar alls konar hluti og alls konar möguleika og við bæjarfulltrúar höfum náttúrulega alls konar upplýsingar. Við erum að vinna úr alls konar upplýsingum, mikið upplýsingum sem við fáum hérna í gegnum stjórnsýsluna, en svo erum við líka held ég öll í samtali við alls konar aðila. Bæjarfulltrúar í öðrum sveitarfélögum, almenning, fyrirtæki, við erum alltaf í stöðugu samtali. Við erum alltaf að meðtaka upplýsingar og við erum að miðla upplýsingum. Þannig að ég held að ef Einar eða bæjarfulltrúinn að vísa til þess að ég búi yfir einhverjum top secret upplýsingum, þá það ekki þannig. Ég held að ég hafi bara sambærilegar upplýsingar og flestir aðrir. Ég vísaði hins vegar hérna áðan í þörfina. Eitthvað sem rétt hjá bæjarfulltrúum hefur ekki komið fram í ráðinu, en þetta eru bara upplýsingar sem ég fæ meðal annars frá öðrum sveitarstjórnarfulltrúum, upplýsingar sem eru núna í umræðu á milli sveitarfélaganna, þeirra sveitarfélaga sem skrifuð undir og eru við borðið, og upplýsingar sem við hefðum við kosið að taka þátt í samtalinu. Ég vil líka biðja bæjarfulltrúana afsökunar að ég hafi ruglað sérna áðan á augnablik og hagsmunir. Ég bara afsakið það. Bæjarfulltrúinn kominn inn áðan fannst mér bara mjög góða línu. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson sagði, þegar búið að rita undir yfirlýsinguna, þá hefur ekki möguleika að gera breytingar. Það alveg rétt. Þess vegna finnst mér mjög einkennilegt að við ætlum ekki að rita undir, við ætlum að sitja á hliðarlínunni og hafa enga möguleika á því að geta haft nokkuð málið að segja eða koma okkar hagsmunum að. Þetta finnst mér mjög furðuleg nálgun. Takk fyrir.
Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Við langar aðeins að fara yfir stöðu mála bara út frá á þessa máls út frá 15. grein bæjarmálasamþykktar, 15. grein fjallar fundarsköp og riti fundargerða. Og það eins og rétt eins og framkom í máli bæjarfulltrúans Ragnars B. Sæmundssonar, þá eru hér 2 bæjarfulltrúar sem hafa borið upp tillögu, annars vegar Líf Lárusdóttir sem bar upp tillögu fyrir hönd bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson bar svo upp breytingatillögu sem hann fór vel yfir hér í sínu máli. Í breytingatillögu bæjarfulltrúa Framsóknar og Frjálsra vísað til C-liðar 15. greinar bæjarmálasamþykktar og án þess að lesa hana alla að þá sem sagt stendur þar og það það sem að minn skilningur að vísað sé til. Mál afgreitt í bæjarstjórn með því að samþykkja það eða fella það, vísa því frá bæjarstjórn eða vísa því til afgreiðslu ráðs, stjórnar, nefndar eða bæjarstjóra. Þannig að ég skil það þannig að það sem að vísa til í tillögunni sé þessi heimild bæjarstjórnar til þess að vísa máli til afgreiðslu bæjarstjóra. Bara svo það komi fram. Svo langar mig að vísa hér til G-liðar sömu greinar. Þar sem fjallar það hve oft megi tala á fundum. En bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fékk leyfi til að taka til máls í 3. sinn undir sammálinu, en bara til þess að hafa greinina á hreinu þá það þannig að bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hverju umræðu máls. Heimilt þó bæjarfulltrúi að taka oftar til máls til að bera sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd fundarstjórn forseta. Þannig að ég beini því hér með til bæjarfulltrúa að óskið eftir að taka til máls í 3. sinn, að þá sé það til þess að annaðhvort að bera sér ámæli eða til að gera stuttu athugasemd fundarstjórn. Bæjarstjóri, flutningsmaður tillögu eða framsögumaður mega þó tala oftar en tvisvar við hverju umræðu máls. Og hér, eins og ég sagði áðan, hér hafa 2 bæjarfulltrúar borið fram tillögu og hafa þess vegna rétt á því að koma oftar upp. Það að minnsta kosti minn skilningur á málinu. Í I-lið 15. greinar fjallað tillögur og afgreiðslu og kemur þar fram að bæjarfulltrúi geti borið fram breytingatillögu, viðaukatillögu, frávísunartillögu eða frestunartillögu við hvert það mál sem til umræðar á fundi. Forseti ákveði í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur eru teknar til afgreiðslu í samræmi við almennar reglur fundarsköp. Minn skilningur á almennum reglum fundarsköp sá að komi fram tillaga og svo breytingatillaga. Við þá tillögu þá breytingatillagan tekin fyrst til afgreiðslu. Vegna þess að annars marklaust að taka stóru tillöguna til umfjöllunar og svo eftir að taka breytingatillöguna. Þannig að við byrjum á breytingatillögunni og svo tillögunni sem fyrst kom fram. Bara til að allir séu með það á hreinu hvernig þetta færi fram. En af þessu sögðu þá gef ég orðið laust að nýju. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það sem okkur hlýða. Ég ætla nú ekki að hafa þetta mörg orð eða hér til viðbótar, en mér finnst ég þurfa að skýra þann punkt sem fram kemur í tillögu Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar að bæjarstjórn Akraness lýsi sig áfram tilbúna til samtals við sveitarfélögin á Vesturlandi uppbyggingar skammtímadvalar á Vesturlandi
einnar eða fleiri. En það var með þessum hætti sem ég nálgaði samtali við sviðsstjóra í dag að við gætum komið þá stigið inn í þessa vinnu, ekki til að vera á hliðarlínunni, heldur einmitt til að taka þátt og fá upplýsingar. En eins og fram kemur núna að við þurfum að skrifa undir viljayfirlýsinguna frá 3. desember til að komast inn í þetta samtal. Það er upplýsingar sem ég hef fyrir núna, skiljiði mig, en við erum ekki að leggja það til að vera á hliðarlínunni. Mér finnst bara mikilvægt að það komi skýrt fram og já, vildi bara aðeins svona skýra út þennan punkt. Það talað hér að fresturinn til að taka ákvörðun Holtið sé til 13. febrúar sem gefur okkur þá áfram ákveðin vinnutíma, ef svo má segja, í þessu máli. Þannig að ég vildi bara líka vekja athygli á því. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki og þá göngum við til afgreiðslu á þeim tillögum sem fram hafa komið. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir bar hér upp tillögu bæjarfulltrúa Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks sem að hljóðar svo. Í ljósi þess að mikil þörf á fjölbreyttum úrræðum fyrir skammtímadvöl fatlaðra barna og ungmenna á Akranesi og umræðu síðustu vikna leggja bæjarfulltrúar Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins fram eftirfarandi tillögur. Gert verði mat á þörf fyrir skammtímavistunarúrræði til að geta metið hvers konar úrræði og form þarf og hvaða möguleikar á samnýtingu á öðrum úrræðum fyrir þjónustu við fatlaða. Í framhaldinu verði skoða hvernig húsnæði þarf til að mæta þjónustuþörfunum. Í öðru lagi sá hluti lóðarinnar við Laugabraut 6 þar sem nú stendur fyrir áhaldahús bæjarins verði tekinn frá til hugsanlegrar uppbyggingar á skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni. Í þriðja lagi ráðist verði í kostnaðargreiningu svo að unnt sé að áætla heildarkostnað verkefnisins og leggja fram raunhæfa áætlun. Því næst verði hafist handa við skipulags- og hönnunarvinnu á svæðinu með það að markmiði að nálægð við aðra þjónustu svo sem Bjarnalaug og búsetukjarnar við Laugabraut nýtist sem best. Og í fjórða lagi bæjarstjórn Akranes lýsi sig áfram tilbúna til samtals við sveitarfélögin á Vesturlandi uppbyggingu skammtímadvalar á Vesturlandi, einnar eða fleiri. Og lokum bæjarstjórn vísar málinu til velferð- og mannréttindaráðs til úrvinnslu og eftirfylgni. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson bar upp breytingatillögu þannig að í stað 4. tillögunnar bæjarstjórn Akranes lýsi sig áfram tilbúna til samtals við sveitarfélögin á Vesturlandi uppbyggingu skammtímadalar á Vesturlandi, einnar eða fleiri. Þá komi eftirfarandi texti. Í samræmi við C-lið 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar afgreiðslu mála í bæjarstjórn að bæjarstjóra verði falið að undirrita viljayfirlýsingu uppbyggingu skammtímadvalar fyrir hönd bæjarstjórnar Akranes. Og þá biðji þá sem samþykkja breytingatillöguna frá bæjarfulltrúum Framsóknar og Frjálsra að gjöra svo vel og gefa merki. Það eru 4 sem samþykkja, einhver á móti. Það eru 3 á móti, tillagan samþykkt. Þá berum við tillöguna alla eins og hún var hér lesin upp, þá með samþykktri breytingu. Þeir sem samþykkja tillöguna í heild sinni gjöra svo vel og gefa merki. Hún samþykkt með einhver á móti. Já, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Já, varst að gefa merki. Já. Voru fleiri á móti? Nei. Tillagan samþykkt með hvað sagði ég? 4 atkvæðum. 1 á móti.
þar sem þessar tillögur ganga lengra en þær tillögur sem komu fram í inngangi málsins í dagskrá, þá tel ég ekki þörf á að taka fleiri tillögur hér til afgreiðslu. Við förum í annan fundarlið. Hann hefur málsnúmer 2601 0881. Þetta er bæjarmálasamþykkt, samþykkt stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar og hér er lögð fram bæjarmálasamþykkt, endurskoðuð og uppfærð. Breytingarnar eru nauðsynlegar vegna breytinga á stjórnskipulagi eða skipuriti Akraneskaupstaðar sem samþykktar voru eftir 2 umræður í bæjarstjórn til samræmis við ákvæði sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011. Fyrri umræðan skipuritsbreytingarnar fór fram þann 9. desember síðastliðinn og svo síðari þann 15. janúar síðastliðinn. Nei, svo síðari fer fram hér og nú, ekki þann 15. janúar. Fyrri umræðan breytingar á bæjarmálasamþykkt Akraneskaupstaðar fór fram þann 9. desember síðastliðinn og er hér með vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn. Og orðið er laust breytingar á bæjarmálasamþykkt. Svona efnislega til upplýsingar að þá snýst þetta í grófum dráttum tvær breytingar og þá afleitar breytingar þeirra vegna. Það er sagt annars vegar er að ræða niðurlagningu menningar- og safnanefndar og hinn breytingin er nafnabreyting á stjórnsýslu- og fjármálasviði í fjármála- og þjónustusvið. Orðið er laust þessar breytingar. Það er fulltrúi Líf Lárusdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem á hlýða. Ég kem hér upp undir máli númer 2. Ég vildi ávarpa það sérstaklega því að það hefur ekki verið gert eða tekið kannski umræðan það hér í sambandi við það að frá og með næsta kjörtímabili erum við að leggja það til að menning- og safnanefnd verði lögð niður og þetta hljómar örugglega svolítið mikil og þetta er auðvitað mikil breyting. Þarna höfum við verið með nefnd ákveðinn tíma sem hefur unnið mikið og gott verk. Ég vil að það komi sérstaklega fram að þetta er unnið í samráði við þau sem sitja í þessari nefnd og snýr runni bara að því að við höfum á þessu kjörtímabili ráðið inn verkefnastjóra menningar sem hefur með þetta að gera. Þá erum við einnig með viðburðarstjóra og ákveðni þættir sem var á höndum menningar- og safnanefndar sem voru einnig samhliða þeim hlutverkum sem þau gegna á svona hendur og aðstoð á viðburðum bæjarins. Við erum þannig að það er svona þessa kannski skýringar á því hvers vegna við leggjum þetta til. Við erum þarna líka að gera heildstæðar breytingar á skipuriti og veljum það að gera þetta núna einnig með þessum hætti. En mér finnst allavega að það skuli koma fram að þetta er gert í samráði við þau sem sitja í nefndinni og unnið vel með þeim og þeim sé jafnframt takka fyrir frábæra vinnu sem og öðrum menningar- og safnanefndum fulltrúum sem hafa verið á undan þeim og vekja kannski athygli á því líka að þessi breyting er ráðgerð frá og með upphafi næsta kjörtímabils. Svo það sé sagt. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða annan fundarlið bæjarmálasamþykkt breytingar? Svo er ekki. Þá bið ég þá sem að samþykkja með hliðsjón af samþykktum breytingum á stjórnskipulagi
Þessar breytingar á bæjarmála samþykkt Akraneskaupstaðar sem hér eru framlagðar samkvæmt fyrirliggjandi fundargögnum. Þessi samþykkja þær gjör svo gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Við förum í 3. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 26010713. Þetta er nýtt deiliskipulag Kirkjubraut. Tillaga að nýju deiliskipulagi er lögð fram til auglýsinga fyrir gatnarými við Kirkjubraut og Kalmarsbraut. Skipulagssvæðið afmarkast af Merkigerði til suðurs og Esjubraut til norðurs og nær yfir 2 hektara svæði. Tillagan tekur til fyrirhugaðra breytinga á gatnarými við Kirkjubraut og Kalmarsbraut og er í samræmi við markmið og stefnu landsskipulagsstefnu og aðalskipulags Akraness. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir Kirkjubraut verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Næstu mál þarna á eftir snúast í rauninni einnig þessa sömu breytingu á gatnarýminu við Kirkjubraut og Kalmarsbraut, bara innan mismunandi skipulagssvæða. Þannig er 4. fundarliður breyting á skipulagsmörkum vegna nýs deiliskipulags við Kirkjubraut og þar er sama tillaga frá skipulags- og umhverfisráði að tillaga verði auglýst. 5. fundarliður, þar er annað skipulagssvæði, sama tillaga, sem sagt stofnanareitur. Og 7. fundarliður er það sama tillaga, annað skipulagssvæði, Arnardalsreitur, en snýst alltaf það sama, nýtt deiliskipulag við Kirkjubraut. Og 7. fundarliður, annað skipulagssvæði en sama breyting, það er Akratorgsreitur vegna nýs deiliskipulags við Kirkjubraut. Þannig að ég legg til að við tökum í eina umræðu allar breytingarnar þar sem í raun og veru einu og sömu breytinguna ræða bara á mismunandi skipulagssvæðum í fundarliði nr. 3, 4, 5, 6 og 7. Er eitthvað sem hreyfir mótmælum við því? Nei, þá gef ég hér með orði laust með fundarliði 3 til 7. Bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Heldur endur að við sjáumst ekki, þannig bara að vera að hlusta á okkur. Ég ætla að fá að koma hérna upp undir dagskrárlið 3, varðandi nýtt deiliskipulag á Kirkjubraut, eða dagskrárlið 3 til 7. Þetta er bara kannski svona stutt framsa, þetta er náttúrulega búið að vera bara mjög áhugavert vegferð þetta skipulag, búið að vinna þetta núna með Jæja arkitektastofu, sem var með rétt mál, og stúdíó Jæja, fyrirgefðu. Og búið að greina þessar fyrirhuguðu framkvæmdir þarna bara mjög vel. Við erum þarna með mjög breiða götu í hjarta bæjarins, einu svona stofngötum í okkar samfélagi. Og þarna er gríðarlega mikil tækifæri fyrir okkur að standa vel að hönnun og tryggja góða umferðarstýringu, göngulegir, hjólastíga, svona áningarstaði og fleira. Búið að fara í gegnum umferðargreiningar líka á svæðinu og tillagan gerir ráð fyrir þarna að við verðum bara með einbreiðar götur, sikkurum megin, og tryggjum þar af leiðandi svona vistvænni göngumáta þessa leið. Þannig að ég svona heilt yfir hefur umræðan inn í skipulags- og umhverfisráð verið mjög jákvæð. Við höfum verið mjög bara svona kannski stolt með þessa uppskeri úr þessari vinnu og svo núna þurfum við bara að fara að setja í forgang framkvæmdina við hana, leið og tækifæri gefst. En við erum að horfa á þetta þá í 3 áföngum, varðandi uppbyggingun á götunni og svo leið á svigrúm
fjárhagslegt svigrúm gefst, þá þurfum við að reyna að keyra þetta hraðar. Eins náttúrulega vinnst þessi framkvæmd mikið með veitum, það þarf að fara þarna í mikil útskipti á lögnum, þannig að þetta verður svona umfangsmikil framkvæmd, kannski ekkert ósvipu og var á Vesturgötu, þegar við horfum svolítið á það líka þarna. Mér langaði samt einnig að koma inn á umræðu sem að ég tók upp í skipulags- og umhverfisráði, og þetta alveg eitthvað fyrir okkur að hugsa og ekkert, það allt breytingum háð, en við höfum alveg fengið til okkar ábendingar varðandi umferðaröryggi á Heiðarbraut og tengist það bæði starfsemi sjúkrahússins sem þarna við Heiðarbraut og mikil umferðarþungi sem liggur þar bæði hjá starfsfólki sem starfar á sjúkrahúsinu og eins líka það fólk sem að sækja þjónustu eða heimsækja ástvini eða fjölskyldu á sjúkrahúsinu. Við erum að gera þarna ráð fyrir að það verði afrein af Kirkjubrautinni fyrir neyðarbíla inn á bílaplani fyrir aftan sjúkrahúsið, en svona tilfinningi mín að við þurfum aðeins kannski mögulega í framtíðinni að heimsækja þessa tillögu betur og vinna meira í samvinnu með sjúkrahúsinu með þetta, af því að við erum ekki að leysa þarna af hólmi þessa umferð sem á sér stað þarna Heiðarbrautina. Við erum ekki alveg að leysa það vandamál og ég veit það gegnum bæjarfulltrúa Lífárs og Skarðsstaða, þetta líka umræða sem við komum inn í skóla- og frístundaráði, þar sem við erum líka með alveg þunga af börnum sem að gengur þarna daglega, bæði í skólan og eins bara í almennt íþróttastarf sem fer fram við Vesturgötuna. Þannig að við þurfum alveg líka áfram að endurskoða hvernig við viljum hátta þessum bílastæðamálum og umferðaröryggi í kringum starfsemi sjúkrahússins og vinna það bara í góðu samvinnu með sjúkrahúsinu. Og þannig að þetta ekki eitthvað sem við erum búin að gleyma, en þetta samt verkefni sem við þurfum að leysa. Þannig ég vildi bara líka ávarpa það hér. En þetta bara frábært verkefni sem er komið á borð til okkar til þess að koma áfram og gefur svona skýra sýn á hvernig við sjáum þessa eina af þessu flottu stofnbrautum í bæjarfélaginu okkar byggjast upp. Já, læt þetta bara duga. Takk fyrir mig. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundarliði 3 til 7? Bæjarfulltrúi Lífárs og Skarðsstaða, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að koma upp undir þessu sama og bæjarfulltrúi Sædís Alexía kom hér inn á áðan. Bara fagna því þessari góðu vinnu sem hefur átt sér stað. Þetta metnaðarfull og flott vinna. Gaman að sjá líka breytinguna sem verður á Kirkjubrautinni og eftir með því að þrengja að umferðinni og vera ekki lengur með þessi breiðstræti sem hér voru, sem að enginn skildi hvernig ætti að skipta akreinar og hitt og þetta, þannig að það verður vonandi bara gott. En ég ætla að fá að ítreka þær áhyggjur sem að Sædís Alexía bæjarfulltrúi Sædís Alexía kom hér inn á áðan varðandi umferðaröryggi gangandi, vegfaranda og þetta með fráreinina frá Kirkjubrautinni inn á bílastæði sjúkrahússins. Það ekki langt síðan að við fengum þessar ábendingar varðandi umferðarhraða á Heiðarbrautinni. Hann óeðlilega mikill. Ég veit að sjálf keyri þennan stubb oft og það mjög blint þarna fyrir gangandi vegfarendum. Það ekkert allir sem að fylgjast með þeirra keyra þarna inn. Og við höfum fengið ábendingar frá íbúum sem búa þarna við götuna að það liggur við stórslysi bara oft í viku. Og ég hefði svona talið það og við ræddum það inn í skóla- og frístundaráði einmitt að hvort það væri ekki betra að bara að
að taka þessa út af því að eins og ég skil þetta á skipulaginu sem sett hér upp að þá bara gert ráð fyrir að það sé neyðarakstur sjúkrabíla sem fari þessa innkeyrslu þarna frá Kirkjubrautinni inn á bílastæði sjúkrahússins. Mér hefði fundist að vera upplagt tækifæri bara breyta innkeyslunni á bílastæðið og hafa þetta einu innkeyslunni allavega þarna megin frá. Við getum lokað Heiðarbrautinni, haft þess vegna bara bottlanga þar. Við erum markvisst að vinna með umferðarhraða og umferðaröryggi þannig að hvet okkur til þess að skoða þetta betur en oft til hamingju. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Lífs og Skarðsstað. Mér langar aðeins að hafa örfá orðum Breiðstrætið. Það er það sem þetta er. Þetta er afskaplega myndalegur svona búlivard sem að gengur þarna í gegnum bæinn og en er síðan ótrúlega snubbóttur í báða enda. Hann einhvern veginn bara endar við merkigerðið. Heldur ekki áfram niður síðan í gegnum miðbæinn þaðan og svo endar hann hins vegar við umferðarljósin við Stillholt. En ég fékk þá skýringu eitt sinn frá mér vitrari mönnum og mönnum sem ég tek alveg mark á að á sínu tíma þá auðvitað lá þjóðleiðin í gegnum Akranes. Þess að Akraborgin gekk á milli Reykjavíkur og Akraness og kom að landi í Akraneshöfn og flutti bíla yfir flóann. Og það var þess vegna á sínum tíma ákveðið hugrekki og ákveðin framsýni sem að bæjaryfirvöld á Akranesi sýndu þá með því að taka þá ákvörðun að byggja þarna þessa stóru og miklu götu til að bera þann umferðarþunga sem að var alveg viti að gera ráð fyrir að yrði með tíð og tíma af því gefnu að Akraborgin hefði haldið áfram og engin göng komið. Það hins vegar auðnaðist aldrei að halda áfram í gegnum miðbæinn niður að Höfn og kannski fannst engin lausn eða kannski var það verkefni bara ekki svo auðveldlega leysanlegt og síðan auðvitað hefur aðal innakstrinum inn í bæinn, aðalleiðin inn í bæinn verið breytt þannig að hún er núna þjóðbraut en ekki Kalmársbraut eins og var áður. Þannig að við þurfum ekkert að hrista hausinn eða ranghvolfa augunum yfir þessari breiðu og miklu götum sem þarna er. Hún hafði sinn tilgang og sína skýringar og er á þeim tíma tilkomin vegna þess að fólk hafði framtíðarsýn og metnað fyrir hönd Akraness. Og í sjálfu sér bara engin ástæða til annars en að bera virðingu fyrir því. Það sem við erum hins vegar að gera hér í dag er að leggja svolítið mat á það hvernig gagnast þessi gata Akraness í nútímanum og hvernig viljum við sjá hana til framtíðar. Þar held ég að við séum að stíga mikil gæfuspor hér í dag með því að nýta í rauninni möguleikana sem eru í því að vera með þessa breiðu götu og auka bara lífsgæðin fyrir þá sem að fara Akraness hvort sem það er á bíl, gangandi, hjólandi með börnin sín eða í göngutúr með gæludýrin og búa til göturými sem að gott er að dvelja í og gaman er að ferðast um. Þannig að ég held að við séum bara á alveg eins og þeir sem á sínu tíma ákváðu að taka þetta rými undir þessa breiðu og miklu götu, sýndu djörfung og hugrekki á þeim tíma, þá held ég að á sama hátt séum við að sýna
framsýni og djörfung á okkar tímum til þess að gera einhverja virkilega góða hluti með þessa götu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundarliðið 3-7? Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Ég ætla að nýta tækifærið og lengja fundinu þá meira. Ég vil bara byrja því að taka undir það sem bæjarfulltrúinn Sædís Alexía Sigmundsdóttir og bæjarfulltrúinn Líf Skarstad komu hér inn á. Möguleikana sem skapast þarna í þessu skipulagi með því að hugsanlega þá að loka fyrir umferð inn á planið inn á Háholtið og gera það Háholtið hugsanlega að Botnlanga og opna fyrir bílastæðaumferðina inn í gegnum Kirkjubraut og þá hugsanlega beint upp Skagabrautina. Háholtið gæti verið stýrt með slá þar sem neyðar bílar kæmust en við værum allavega að auka umferð öryggi töluvert. Við vitum líka að umferðin á eftir að aukast til muna á Háholtinu til dæmis með tilkomu blokkarinnar. Bílakjallarinn úr bílakjallara úr blokkinu keyrt inn á Háholt. Þannig að umferðarþungi gatnamótin Háholt Kirkjubraut og eftir að aukast til dæmis töluvert. Þannig að ég skora á skipulags- og umhverfisráð að skoða þetta. En svo vildi ég líka taka undir með bæjarfulltrúa Valgerði Linda Ljósinni. Ég heyrði þessa sömu skýringu og hann fór yfir og þetta á við fleiri götur. Við getum horft á Skagabrautina. Þegar unnið var að skipulega Skagabrautina á sínum tíma, vildu menn vera vissir það að þeir gætu mögulega komið fyrir annarri akrinni í framtíðinni. Því að bærinn ætti náttúrulega eftir að stækka upp úr öllu valdi. Þar eru líka gríðarleg tækifæri, rétt eins og Kirkjubrautinu núna, að breyta þar umhverfi og aðlaga að þörfum nútímans. Ef við skoðum skipulagið í gamla bænum, þá voru menn á þeim tíma ekkert mikið að hugsa gangandi og hjólandi. Sumar götur til dæmis niður á túnum, það bara ekki svona gert ráð fyrir gangstétt. Þannig að hjólandi umferð var bara ekkert mjög hátt skrifið. Við sjáum í dag bara þær breytingar sem hafa orðið á síðustu 10 og 20 ár. Og við sjáum til dæmis bara hvaða breytingar verða í nýjum hverfum hjá okkur og það sem við höfum líka lagt bara hjólastíg og annað niður með til dæmis þjóðbraut og annað. Umferðin eykst frá ár til árs. Það miklu fleiri sem hjóla, það miklu fleiri sem labba og það líka miklu fleiri sem fara bara út, hreyfa sig, hlaupa og annað. Það göngu sér til heilsubóta en ekki bara ganga á milli A og B. Þannig að við höfum líka tækifæri á fleiri stöðum til þess að einmitt fara í breytingar til þess að mæta nútíma þörfum og einmitt bara bæta umhverfið. Þannig að mér finnst það mjög spennandi hugmyndir sem komið fram hjá skipulags- og umhverfisráði. Ég vil bara hrósa þeim fyrir þessa vinnu á mjög góður fundur sem var haldinn í Andirnu á Dalbraut 4 upplýsingafundur. Vel sóttur þar sem farið var yfir drög að skipulaginu og ég vona bara að það verði vel tekið í þetta og ég vona að við höfum möguleika á því að fara í allan fyrstu áfanga mjög fljótlega. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða þá fundarliði sem hér eru til umfjöllunar og fjalla deiliskipulag Kirkjubrautar. Það ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þá tökum við fundarliðina til afgreiðslu hvern fyrir sig. Þriðji fundarliður Málsnúmer 26-01-07-13 nýtt deiliskipulag Kirkjubrautar. Tillaga skipulags- og umhverfisráðs að skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að tillaga nýju deiliskipulagi fyrir Kirkjubraut verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010. Þessi samþykkja þessa tillögu gjör skal gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í 4. fundarlið, málsnúmer 26-01-07-17, breyting
á deiliskipulagi miðbæjarreits og ég bið þá sem samþykkja að tillaga að breyttum skipulagsmörkum fyrir deiliskipulag miðbæjarreits verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Gjör svo gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 5. fundarliður, breyting á deiliskipulagi stofnanareits. Þeir sem samþykkja að tillaga breytt skipulagsmörk fyrir deiliskipulag stofnanareits verði auglýst á sama hátt, gjör svo gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 7. fundarliður, þar erum við með sömu tillögu varðandi Arnardalsreit. Það auglýsingu breytt skipulagsmörk. Þessi samþykkja að auglýsa breytt skipulagsmörk fyrir deiliskipulag Arnardalsreits, gjör svo gefa merki. Það samþykkt og 7. fundarliður, þeir sem samþykkja að tillaga breytt skipulagsmörk fyrir deiliskipulag Akratorgsreits verði auglýst, gjör svo gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Áttundi fundarliður, málsnúmer 2601-0265, húsnæðisáætlun 2026. Eftir því sem að ég kemst næst, þá hefur húsnæðisáætlun ekki ennþá komið til umræðu í öllum ráðum sem að hún á að gera. Þannig að ég ætla að gera þá dagskrártillögu að húsnæðisáætlun verði vísað til yfirferðar og afgreiðslu í bæjarráði og fagráðum Akraneskaupstaðar. Það segja þar sem að það á eftir að taka hana fyrir. Eitthvað sem gerir athugasemd við þessa tillögu. Já, ég ekki með það fyrir á mig. Við þurfum að, fékk ábending frá fundarritara að auðvitað þurfum við að skoða frestina til að skila henni, en við hljótum að gera það bara í framhaldinu. Bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar sem á Hlíða. Ég tek heils hugar undir tillögu forseta bæjarfulltrúa Valgarðs Lyngdals Jónssonar að taka hana til formlegrar afgreiðslu í öllum fagráðum. Fresturinn var 20. janúar. Ég fletti því upp í gær á Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þannig að hann er liðinn. Ég veit ekki hvaða áhrif það hefur. En eins kannski á sama tíma þá höfum við hér í bæjarstjórn tekið líka svona sameiginlega umfjöllun húsnæðisáætlun, bara tekið þetta svona óformlegu fundir sem við höfum allan að fara yfir hana í sameiningu. Þannig að mögulega er það líka eitthvað sem að væri líka jákvætt að halda áfram. Við höfum gert það hingað til. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Sædís Alexíus fyrir þessa ábendingu sem auðvitað hárrétt. Við höfum gert þetta, tekið húsnæðisáætlun inn á vinnufund bæjarstjórnar og hljótum að miða að því að gera það. Þannig að ég beini því bara til bæjarstjóra að kanna með frestinn og reyna þá að krýja út frest ef að hann er liðinn.
en að öðru leyti þá stendur þessi tillaga. Bæjarstjóri Haraldur Benediktsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, okkur fullkunnugt að fresturinn var 20. janúar og við höfum gert ráðstafanir að tilkynna HMS seinkun og skilum og gerum það í góðu samráði við þá, þannig að við höfum ennþá andrými til þess að ljúka okkar yfirferð á vinnu, en það hins vegar alveg hægt að játa að það bagalegt að þetta hefur dregist með þessum hætti hjá okkur, en það ekki búið að læsa okkur úti með húsnæðisáætlunina. Ég vildi bara koma því á framfæri. Þakka bæjarstjóra fyrir þessar upplýsingar sem var gott að fá og okkur þá í rauninni ekkert að vanbúnaði. Einhverjir fleiri sem vilja taka til máls? Bæjarfulltrúi Lífans og Skarðstað, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Þetta eitt af þeim verkefnum sem að virðast ekkert vera rosalega stórvægileg þegar maður les yfir svona skjal, en eru rosalega mikilvægur pappír í okkar vinnu og sem við sjáum svolítið hvað gerist þegar að starfsmenn sem að eiga ákveðin verkefni fara úr starfi og það einhvern veginn engin eyrnamerktur sem ábyrgðaraðili akkúrat fyrir þessu. Þannig að þetta svona eitt af þeim skjölum sem við verðum að hafa í lagi, þannig að ég bara fagna því að við ætlum að taka vinnufund. Þetta svo dýrmætt að vera með þetta svo við vitum bara hvernig við erum að vaxa og sjá fyrir okkur hvernig lóðurnar eru og hvenær þjónustan þarf að vera tilbúin og allt þetta. Þannig að við skulum ekki vanmeta þetta fallega Excel-skjal sem þetta en já, þannig ég bara hlakka til að fá þetta aftur inn til okkar og við förum í vinnu með þetta. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Lífans og Skarðstað. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Þá ber ég hér upp til afgreiðslu dagskrárbreytingartillögu, þetta málsmeðferðartillaga, afsakið, sem ég bar hér upp áðan að húsnæðisáætlun verði vísað til umfjöllunar og afgreiðslu í fagráðum og bæjarráði Akranesskaupstaðar og við munum þá jafnframt taka hana inn á vinnufund bæjarstjórnar. Þeir samþykkja þessa tillögu, gjörðu svo vel gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæði. Þá skulum við fara í 9. fundalið. Hann hefur málsnúmer 2601 0731, Suðurgata 108, 110 og 112, umsókn til skipulagsfulltrúa. En hér að ræða tillögu breytingu á deiliskipulagi Semensreits. Breytingin nær til lóða við Suðurgötu 108, 110 og 112. Hámarkshæð bygginga á umræddum lóðum hækkar úr 6,5 metrum í 7,2 metra. Byggingamagn á Suðurgötu 110 hækkar úr 230 fermetrum í 245 fermetra og nýtingarhlutfall hækkar 0,03 úr 0,49 í 0,52. Bílastæðum verður fjölgað og verða 2 stæði á hverri lóð. Á Suðurgötu 112 færist byggingarreitur til innan lóðar. Heimilt verður að láta útistiga ganga allt að 1,3 metra út fyrir byggingarreit innan lóðar. Á lóðamörkum Suðurgötu 112 að leiksvæði C3 samkvæmt uppdrætti.
Aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags haldast óbreyttir. Grenndarkynnt var frá 8. desember 2025 til og með 12. janúar 2026 fyrir Suðurgötu 106, 107, 109, 111, 113 og 114 í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Engar athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi breytingu á deiliskipulagi Sementsreits, auglýsa í B-deild stjórnartíðinda og senda Skipulagsstofnun samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Allur kostnaður vegna breytingar leggst á lóðarhafa. Orðið er laust 9. fundarlið. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem að samþykkja áður nefndar tillögu skipulags- og umhverfisráðs að gjöra svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. 10. fundarliður, málsnúmer 2512, 5590, eru fundargerðir bæjarráðs og hér er lögð fram fundargerð fundar bæjarráðs nr. 3616 sem framfór þann 15. janúar síðastliðinn. Og orðið er laust fundargerð bæjarráðs, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem á hlýða. Ég ætla að koma hér upp undir fundargerð bæjarráðs sem hér er lögð fram, mál númer 1. En við fengum þarna á þennan fund bæjarráð gest, hann Ásgeir Kristinsson sem er formaður sjóflokks Björgunarfélags Akraness, þar sem hann fór í rauninni yfir skipakaup félagsins sem er að kaupa björgunarskipi Gísla Jóns frá Ísafirði og það var í rauninni ósk frá félaginu að þau væru óska eftir styrk annars vegar fyrir í bátakaupin sem sé og svo líka að það sé ákveðin rekstrarkostnaður sem færi inn í núverandi samning. Við ræddum ýmislegt, það var áhugaverð og góð heimsókn. Ásgeir fór aðeins yfir það bara góðast og dýrmæta samstarf sem björgunarfélagið og sveitarfélagið eiga í og ég vil bara koma upp og nefna það því mér finnst skipta ótrúlega miklu máli og mér finnst okkur að tekist vel til, ekki bara núna þessu kjörtímabili heldur gegnum tíðina, að eiga í góðu samtali og samstarfi við björgunarfélagið og þetta er ótrúlega dýrmætt og það var ótrúlega ánægjulegt að finna svona frá honum að það væri gagnkvæmt og ég bara vil nefna það. Það var einnig sem ákveðið var í rauninni í kjölfar þessari fundar yrði bæjarstjóra falið að eiga samskipti við Faxaflóahafnir gerð viðbragðsáætlana og áhættumats fyrir Akraneshöfn í ljósi þeirra atburða sem hafa átt sér stað á svæðinu. Og við vildum og notuðum tækifæri í okkar bókun á að minna á mikla áherslu og lykilhlutverk og ábyrgð á Faxaflóahafna við slíka vinnu. Og sama gildir áhættumat fyrir hafnaraðstöður og verndaráætlun sem að Siglingastofnun Íslands þarf að staðfesta. Við fórum yfir þetta líka og settum inn í bókun og töldum og bókuðum líka það að það yrði mikilvægt að þessi vinna yrði gerð í góðu samvinnu við hagsmunaaðila og viðbragðsaðila á svæðinu. Fyrst ég komin, mál númer 2, þá vorum við sem er árlegu viðburður hjá bæjarráði að fá til okkar beiðni tækifærsleyfi fyrir þorrablót skagamanna sem framfer þann 7. febrúar næstkomandi og væri náttúrulega aldrei slíkur viðburður yrði aldrei haldinn nema fyrir tilstilli margra sjálfboðaliða sem að vinna óeigingjarnt starf fyrir okkur hin. Eina sem við mörg hver þurfum að gera er að koma, mæta og skemmt okkur með öðrum og það að samfélag hafi hóp sem er tilbúin að gera svona fyrir okkur hin er ótrúlega dýrmætt. Ég vil þakka þeim sem nú sitja sveitt yfir skipulagningu á þorrablótinu fyrir sitt framlag og vona að það verði sem áður vel mætt og gleðin verði við hönd.
Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Líf Lárusdóttur fyrir og vil taka undir orð hennar varðandi þorrablótið og bæta við að auk þess að koma saman og skemmta okkur með öðrum, þá erum við auðvitað að fara líka á þorrablót til að borða góðan mat. Og ég vil nota þetta tækifæri bara á opinberum vettvangi sem að fundur bæjarstjórnar til að auglýsa eftir almennilegum súrmat og bara gera alvarlegar athugasemdir við þetta hálfkák nútímans við að leggja mat í almennilegan súr. Þá vera að bragða þessu. En gat ekki stillt mig. Við ræðum hér fundargerð bæjarráðs, eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég vil bara taka undir það sem hefur komið fram þorrablótið á bæjarfulltrúa Líf Lárusdóttur og bæjarfulltrúa Valgerðar Linda Ljónsssyni. Hins vegar vil ég benda öllum þeir sem hafa einhverjar ábendingar súrmat að tala bara beint við alla. Ég hef ekkert þær upplýsingar að gera. Það bara hefur verið fínt eins og þetta hefur verið. En kannski auk þess sem þegar við förum á þorrablót þá erum við líka bara að styrkja nærsamfélagið. Því að allur ágóðið af þorrablótinu rennur beint til íþrótta- og líknarfélaga hérna á svæðinu. Þannig að ég vil bara hvetja sem flesta til þess að koma og hafa gaman, skemmta sér og öðrum. En mér langaði alveg að koma upp undir mál númer 1. Ég hafði sjálfur ekki tök á að sitja þennan fund, en þarna hefði gjarnan vilja hlýða á þessa yfirferð. Ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Líf Lárusdóttur. Við höfum átt í einstöku sambandi og samskiptum við björgunarfélagið í gegnum árin. Björgunarfélagið bara samfélaginu hér gríðarlega mikilvægt og vinnur mikið og óeingert starf. Við höfum líka bara þegar við fórum til dæmis í það að dreifa hér sortunum, þegar við tókum upp þriðjutunnuna, þá fengum við björgunarfélagið með okkur í lið. Sem var líka gríðarlega ánægjulegt að geta styrkt félagið eins og björgunarfélagið í gegnum svona vinnu. En mér langar að koma eina ábendingu. Líf fór yfir það í sinni ræðu, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttur fór yfir það í sinni ræðu að bæjarstjóra væri falið að taka upp samtal við Faxaflóahafnir áætlunargerð. Mér langar líka að við skoðum og benda á að við skoðum með styrk Faxaflóahafna til björgunarsveitanna reksturinn á skipinu. Faxaflóahafnir styrki nú þegar björgunarskip í Reykjavík. En það algjörlega ljóst að það björgunarskip ekki að fara að koma þeim útköllum sem verða hérna megin eða hér. Sjálfsagt kemur það líka í leitið af annaðir, en það slys og annað sem verða hér á miðunum fyrir utan. Það náttúrulega bátur sem fer héðan. Þá bæði við höfnina hér og eins við Grundartanga. Og ef við skoðum tölfræði, til dæmis bara frá strandveiðitímabilinu, þá eru mun fleiri útköll héðan sem eru þá hér fyrir utan, út á Faxaflóan og út á Mýrar og alveg vestur á Snæfellsnesi. Þannig að mér finnst bara eðlilegt að við tökum upp það samtal að það gildi í jafnræði að björgunarfélagi hér sitji við sama borð og björgunarfélagin Reykjavík rekstri á sínu skipi. Því þetta gríðarlega mikilvægt. Og þessi félög er að veita alveg gríðarlega mikilvæga þjónustu og það skiptir Faxaflóahöfnum mjög miklu máli að þetta viðbragð sé gott og setji staðar. Þannig ég vildi bara koma með þessa ábendingu að við tökum þetta líka upp í samtali okkar við Faxaflóahafnir. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða? Já, takk bæjarfulltrúi Sædís Alexía. Gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég stóðst ekki með að koma upp líka undir dagskráli 1. þar sem ég satt á þessum fundi í fjarveru bæjarfulltrúar Ragnars B. Sæmundssonar og mér langaði bara að kannski endurtaka allt sem búið að koma fram. Þetta var gríðarlega gagnlegt fyrir mann að sitja og hlusta á Ásgeir fara yfir umfang verkefna hjá björgunarfélaginu, gríðarlega öflugt starf og vaxandi starf, frekar líka framúrskarandi barna- og unglingastarf og þess háttar. Þetta bara ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að hafa svona öflugt teymi sem að sinna þessari þjónustu fyrir okkar bæjarfélag og víða. Mér langaði kannski svona aðeins að stikla á að því að Ásgeir fór þarna yfir atvikið sem var á höfninni hjá okkur. Hann nú ekki hvað komið langt síðan það var, kannski 2 ár. Og var að segja okkur ýmislegt sem maður kannski hafi ekki alveg fulla vitneskju og þá kemur hluti af þessari bókun sem að bæjarráð bókaði þarna í fundargerðinni hjá sér varðandi viðbragðsáætlunina og áhættumat sem nú búið að lögfesta líka. Þannig að og ábyrgðin liggur hjá Faxaflóahöfnum sem að reka höfnina í þessari gerð. Þannig ég vil líka bara eindregið hvetja okkar fulltrúa sem situr þarna í stjórn Faxaflóahafna að aðstoða okkur líka við að fylgja þessu máli eftir. Þetta gríðarlega mikilvægt og atvikið sem við lentum hér í á Akranesi, hræðilegt alveg og en á sama tíma þurfum við líka að draga lærdóm af því, hvað getum við gert betur, hvernig getum við tryggt að viðbragð sé rétt, þjálfun fari fram og svo framvegis. Þannig að þetta ótrúlega mikilvægur punktur sem við þurfum að halda á lofti og fylgja eftir. Þannig að ég vildi bara svona aðeins stikla á þessu inni en ég mjög ánægð með ákvörðun bæjarráðs þarna inni og við séum að koma þarna í styrk til félagsins og þannig að ég fagna þessu mjög mikið. En á sama tíma þurfum við ekki heldur missa dampinn, þannig ég bara svona brýni þetta áfram og treysta á okkar mann sem situr þarna, bæjarfulltrúa Guðmund Ingþór, að fylgja þessu máli líka eftir. Ég ætla nú ekki mikið að tala súrmatinn eins og bæjarfulltrúi Valgarður Líndal Jónsson kominn inn á, ég sjálf ekki alveg þar í lífinu, en læt mér nú ekki vanta á Þorvald Bót Skagaman og ég vil bara taka undir þessu búið að koma fram. Þetta gríðarlega skemmtilegu viðburður, það gott málefni sem styrt þarna inni, allur ágóði hvert hann rennur og síðan bara þvílíkur undirbúningur og álag sem á hópi sem í sjálfboða vinnu að standa fyrir þessu blóti, fyrir okkur Skagamenn. Þannig að ef þú ert ekki búin að kaupa miða og hveti ykkur að hlusta að ganga frá því sem fyrst. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurjónsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs? Það ekki fleiri sem óska eftir að ræða hana og telst hún þar með framlögð. 11. fundarliður, málsnúmer 26.07.10. Þar lögð fram 259. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá fundi sem framfór þann 20. janúar síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Bæjarfulltrúi Lífs og Skarðstað, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að koma hér upp undir lið númer 2, þar sem að ég á sæti í nýstofnuðu farsældarráði Vesturlands og sá sem situr þar með mér fyrir hönd Akranskaupstaðar, formaður velferðarráðs Kristinn Hallur Sveinsson ekki hér í dag, að þá hugsaði mér nú bara að koma og ræða aðeins þetta. Það var sem sagt fundur hjá nýstofnuðu farsældarráði Vesturlands í síðustu viku.
og þar komu saman fulltrúar sveitarfélaga á Vesturlandi sem eiga sæti í þessu ráði. Góður fundur og sérstaklega svona í ljósi þess að þeirra stöðu sem að við gegnum í þessari vinnu, þar að segja að Akraneskaupstaður sé eitt af fyrstu sveitarfélögunum til að taka þátt í því tilraunaverkefni sem að farsældar innleiðing farsældarlaganna var og við náttúrulega stöndum í þeirri stöðu að vera leiðandi á meðal annarra sveitarfélaga og það bara eitthvað sem ber að þakka fyrir og ég vil bara hrósa okkar starfsfólki, okkar fagfólki hér innan bæjar fyrir góða vinnu og þetta eitthvað sem ekki sjálfgefið og bara frábært að við séum komin á þann stað að við getum verið leiðandi fyrir önnur sveitarfélög og ættum að vera gríðarlega stolt af því. Og nú bara þurfum við að halda áfram með þetta fordæmi, byggja á því sem að vel gengur og muna að það sem mestu máli skiptir í þessu farsæld barnanna sem sameiginleg ábyrgð okkar allra. Takk fyrir. Fulltrúi Lýðháskóla Skarðsstað. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Varðandi fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Svo ekki og þar með telst fundargerðin framlögð. Við erum komin í 12. dagskrárlið. Málsnúmer 26010508. Það lögð fram fundargerð 277. fundar skóla- og frístundaráðs sem framfór þann 21. janúar síðastliðinn. Orðið laust fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það fulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir sem heima eru að hlusta. Þá ég hér uppi undir fundargerð skóla- og frístundaráðs og langaði að drepa fæti hér niður á örfá hluti. Ég hef sagt það hér áður og að tala hér undir fyrsta máli á fundi að þetta reglubundna samráð við foreldra grunnskólabarna á Akranesi okkur afskaplega dýrmætt og það hefur komið hér fram bara undir öðrum fundaliðum, samanber deiliskipulag á Kirkjubraut og akkurat á þessum vettvangi að þá fáum við inn ofsalega gagnlegar og góðar upplýsingar frá foreldrum skólabarna. Einnig það nú líka verið þarna foreldrar leikskólabarna og þetta ég bara ítreka það að þetta okkur mikilvægt að halda þessu fundi og hefur verið lagð áherslu á að við séum að hitta áheyrna fulltrúa foreldra tvisvar sinnum á ári og þetta bara gott samstarf. Mér langaði líka að nefna mér langaði að nefna bara undir máli 4 þar sem að ræða íþróttamiðstöðina í Jaðarsbakkum og endurbætur á aðstöðu. Þar var verið að ræða skoðun á mögulegum endurbótum á sameiginlegum rými íþróttamiðstöðarinnar og bara mér finnst bara mjög jákvætt að við séum að ræða það á þessum tímapunkti og vísum því til skipulags- og umhverfisráðs og það verður vonandi bara farsælt. Að lokum þá vil ég bara koma hér upp undir máli númer 8 þar sem að umræðir þjóðarleikvang í golfi og skóla- og frístundaráð hefur tekið þetta nú í annað sinn til umfjöllunar á sínu fundi og höfum í raun og veru bara tekið tvöfalt jákvætt undir erindi GSI og golfklúbbsins Leynis bara þannig að það sé sagt hér. Fleira var ekki.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs? Bæjarfulltrúi Líós og Skarstað, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég kem hér upp undir fundargerð skóla- og frístundaráðs og ætla að byrja á mál númer 4. Byrjum á mál númer 1. Ég ætla að taka undir orð formanns skóla- og frístundaráðs Jónínu Margrétar og þakka fyrir þetta samtal. Þetta alltaf mjög gott samtal. Ég fyrir mörgum árum síðan sat í akkurat þessu félagi og minnist þess ekki að hafa átt þetta samtal við bæjarstjórn þess tíma eða skóla- og frístundaráð, og þess vegna finnst mér þetta mjög dýrmætt að geta hlustað á þarna raddir foreldra og verandi nú foreldri sjálf líka, að þá bara finnst mér þetta dýrmætt að geta tekið þetta á. Vildi bara að við myndum gera kannski meira af þessu. Svo það lið númer 4, íþróttamiðstöðin í Aðalsbökkum, endurbætur aðstöðu. Eins og flest allir vita þá hafa náttúrulega orðið mikla breytingar á íþróttamiðstöðinni á síðustu mánuðum með því að taka í notkun glænýtt íþróttahús, plús það að taka í gagnið stórglæsilega líkamsræktaraðstöðu World-Class. Og það orðið þannig að bara eins og með andrið, þetta bara félagsmiðstöð og það orðið farið að þrengja ansi mikið að þarna starfsfólki og öðrum og bara þörf á endurbótum og lagfæringum. Eins líka varðandi klefamálin, því að eins og langflestir vita þá náttúrulega tók ákvað forstöðumaður íþróttamannvirkja að taka í gegn, kom upp nýju fyrirkomulagi í klefamálum á skólatíma sem hefur farið misvel í íbúa. Að mínum mati bara allt gott og blessa með það hvernig var með þetta að skipta þessu svona, en það eitthvað sem við þurfum að spá í, að það að fara í endurbætur á þeim klefum sem þar eru og svona ýmislegt sem að við þurfum að huga að öðrum útgangi fyrir skólabörn út í sundlaug og annað, þannig að þetta eitthvað sem við bara þurfum að skoða af alvöru festu bara sem fyrst. Svo var það lið númer 7, ÍA-rekstur, samskipti og samningur. Það að koma nú að því að endurskoðun á stóra samningum við Íþróttabandalagið og við höfum hafið vinnu, við sem að sitjum í skóla- og frístundaráði og erum byrjuð í þeirri vinnu að endurskoða þann samning og gengur bara ágætlega. Og svo að málumáluna, lið númer 8, þjóðleikvangur í golfi. Við, eins og bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir kom inn á, þá vorum við tvöfalt jákvæð og með við alla aðra og okkur finnst þetta alveg vera okkar, við viljum eigna okkur þetta inn í skóla- og frístundaráði, þetta heyrir undir okkur. Við bara erum mjög jákvæð fyrir þessu. Ég geri mig grein fyrir því, ég hef heyrt svona utan á mér orðræðu í bænum hvað þetta þýði fyrir sundfélagið, hvað þetta þýði fyrir framtíðaruppbyggingu á jaðarspökkum og jari. Það er mikilvægt að koma inn á það að þetta verkefni náttúrulega bara eingöngu á hugmyndastigi og það hafi ekki verið teknar neinar endanlegar ákvarðanir eða neitt, engir samningar, engar skuldbindingar. Þetta viljayfirlýsing og sem að kom frá golfsambandinu og það ábyrgðar hluti af okkur að skoða þá viljayfirlýsingum með opnum huga og því ágætt að árétta það að við erum ekki búin að ákveða
neitt. Þannig að allir þeir sem eru hræddir að við sem að taka þetta verkefni fram fyrir eitthvað annað, að það bara getur andað rólega. Já, annað var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Lífs á Skarðsstað. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð skóla- og frístundaráðs? Svo ekki og þar með hefur þessi fundargerð verið framlögð. 13. fundarliður, málsnúmer 26.01.07.18. Hér er lögð fram fundargerð 343. fundar skipulags- og umhverfisráðs frá fundi sem framfór þann 19. janúar síðastliðinn. Og orðið laust fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, fundarritarar og aðrir ákveðnar líða. Það var skemmtilegur og áhugaverður fundur hjá ráðinu eins og jafnan er. Í fyrsta lið var farið yfir viðhaldsáætlun fasteigna fyrir árið í ár. Það sem var farið yfir þau helstu verkefni sem að sveitarfélagið stefnir á að fara í og er á plani hjá okkur, lítil sem stór. Klárlega vilji allra þarna inni að fara í fleiri og stærri verkefni en við verðum víst að sníða okkur stakka til vexti. En jafnframt höldum áfram að skoða önnur verkefni og verði fjárhagsstaða bæjarins það sterk að þá erum við alltaf viljum vera tilbúin að fara í fleiri verkefni. Íþróttabandalagi Akraness undir öðrum lið þá voru þau óska eftir afnota húsnæði Kirkjuhvols. Brekkubæjarskóli er búinn að hafa afnota af því að hluta til meðan að framkvæmdir hafa staðið yfir í Brekkubæjarskóla en þau eru að yfirgefa húsnæðið og mun þá vera að standa autt. Íþróttabandalagi hefur verið að nota kjallarann en við tökum sérstaklega jákvætt í það að þau hafi afnot af húsinu en þau jafnframt íða því hvort að væri vilji til þess að selja þeim húsið en við svo sem allavega tókum ekki afstöðum það heldur tókum við jákvætt í það að þau hefðu afnot af húsnæðinu þegar það er orðið laust. Fjórði liður þar sem að grassláttur útboð 2025 stendur nú þarna hjá okkur en auðvitað er þetta 2026 og þar sem við vorum að samþykkja útboðsgögn fyrir grasslátt í sveitarfélaginu og ætti að fara að detta út enda samningur við verktakann sem var hjá okkur og búinn að vera hjá okkur og mögulega verður áfram eftir hvernig það útboðið fer út en það ætti að fara detta út núna þannig að við fáum það vonandi til okkar von bráðar. Sjöundi liður, 8., 9., 10. og 11. Þetta er allt tengt deiliskipulaginu og kirkjubrautinni og það er eins og hefur komið fram hérna áðan að við höfum rætt ýmsa möguleika vangaveltur bílastæðin, innkeyrslu sjúkrabíla hjá sjúkrahúsinu. Klárlega er okkar helsta hlutverk að hugsa öryggi, bæði gangandi og akandi og hjólandi. Með því einu að losna við sjúkrabílana af heiðabrautinni er stórt mál. Þá er auðvitað væri það besta og þægilegasta að hafa innkeyrslu fyrir alla af kirkjubrautinni
En bara með því einu að hafa þessar leiðilegu hraðahindranir sem við getum sett á leikandi út alla heiðabrautina, að þá ertu búin að ná öllum hraða niður og neyðarbílar þurfa þó ekki að keyra þá leið heldur. Þykist vita ástæðan fyrir því að það sé ekki búið að setja þessar leiðilegu hraðahindranir eins og við settum til dæmis við Innesveginn hjá íþróttahúsunum. En að þetta er ekki mjög gaman fyrir neyðarbíla í neyðarakstri að keyra yfir þetta. Og vitum við öll sem hér eru og annars staðar að akstur neyðarbíla í Boðgötu er einhvað sem á ekki að vera og er aldrei gott. 14. liður, það þjóðarleikungur í golfi eins og kom inn á skólafrí. Ég held að það segir sjálft, yrði þetta verkefni að veruleika, þá er þetta gríðarleg aðdráttarafl fyrir sveitarfélagið og ég held að við kannski gerum okkur ekki einu sinni grein fyrir því björtustu menn hvað þetta gæti þýtt fyrir okkur. En þarna erum við auðvitað að hvetja okkur bara til dáða að halda áfram samtalinu og sjá hvað þetta leiðir okkur. Og gæti orðið gríðarlega spennandi fyrir sveitarfélagið allt. 17. liður þá var það gatnalýsing þar sem við framlengdum þjónustusamning 1 ár í ljóstvista og þar sem að þeir hafa séð þjónustu og viðhald eftir að þetta fór frá Veitum að nú tóku ljóstvistar þetta yfir og hafa sinnt þessu við framlengjum 1 ár. Ekki fleiri bíli, forseti. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson. Við ræðum hér fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki og þar með telst fundargerðin framlögð. 14. fundarliður, málsnúmer 26010928. Hér er lögð fram fundargerð 167. fundar stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis. En fundurinn fór fram þann 19. janúar síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerð og stjórn Höfða. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þar með telst fundargerðin framlögð. Nú, fleira er ekki á dagskrá fundarins. Ég þakka fundarmönnum fyrir þeirra umræður og framlag á þessum fundi og segi þessum fundi slitið.